Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er engin Auðun Blöndal sem er að opna hennar þátt, það er Steindi fucking June og ég sitt í hans sæti í dag. Egill Einarsson er með okkur á sínum stað og Sveppi Krull kemur feskurinn. Hvernig ertu? Ég er bara ljómandi góður. Er það ekki? Já, ég er í fyrsta skipti í þessu nýja stúdíói, maður, sól úti og skýta kuldi og... Hvernig finnst þér Mushroom? Snjór í esjunni. Múti í fyrsta skipti hérna, ekki þessu niðurgrafna stúdíói í kjallarunni í skaftaliðinni. Hvernig finnst þér að vera með Ocean View? Og vera með fjallið og allt þetta? Já, bara þína upplifun núna. Ég er náttúrulega kem af fjöllum, þannig að mér er alltaf gaman að horfa á fjöll. Er það að heyra hvað Sveppi kemur sterkur inn hérna? Akrafjall og Skarðsheiðin, maður. Já, þetta er geggjað. En málið það sem við ætlum að nýta tíman vel að meðan Auðun Blöndal er erlendis og við ætlum að gera nákvæmlega það sem við viljum hér og við ætlum ekki að vera með einhvern hérna sem er að skamma okkur fyrir okkur rugl. Þetta verður trúðaþáttur. Það er búið að þú ert náttúrulega bílstjórinn í trúðalestinni, Sveppi. Þannig að við erum bara farþegar. Já, er ég? Þetta verður svoleiðis. Ding ding, er ég bílstjórinn? Bingo Bjössi. Krusty the Clown. Bingo Maradona. Krusty the Clown. En heyrðu, það verður nóg að gerast hjá okkur. Kannski svona það helsta í dag. Sko, það er náttúrulega fastir liðir eins og alltaf. Við erum með myndir fyrir kæs. Við erum kortmyndir frekar. Við erum með spurningakeppna. Egill, hvað er þema í dag? King of Luxury. King of Luxury? Ég hugsaði morgun, ég vaknaði, ég það spurningakefni, ég er með Mushroom, ég er með Stoney. King of Luxury. Þetta eru menn sem kunna enjoy the good things in life. Er það sant? Við erum bara einhverju haugar einhver staðar. Það? Við keyrum bara okkur bíldruslum og erum bara að borða af því að hakka heima hjá okkur. Þetta er góða punktur, Steinþór. Þú ert svona dansarana mitt á milli. Frá að vera því luxury lifestyle eða ekki. Er Steinþór á valdið í dag? Það kemur í ljós. Wow! Það kemur svolítið í ljós. Þetta er rosalegt. En síðan ætlum við reyndar að við hringjum út. Auðun Blöndal er ekki hérna í stúdíunum. Ástæðan fyrir því að hann er að keppa í golfmóti erlendis. Í Stuttgart. Með Rikka G sem kilfusvinn. Og það finnst mér miklu meira interesting heldur en að hann sé að keppa í golfmóti er að Rikki sé að hafa sig í það rugl. Að fara út með honum sem kilfusvinn. Það sem gerðist var erum við ekki að tala hreinu íslensku í dag? Við ætlum að gera það. Blöð bóðaður á bensmót á Íslandi og þann keyrir á 12 miljónar krónar bens og hann var hringt í hann bensmót ég var 12 miljónar krónar bens þannig að hann mætir á bensinum með settið í skottinu og hann er með svona takk á fjastringunni og þú opnar skottið næri settið gólfar vinnur bingo vannmótið og þá segir Bensu Blöð, Blöð, þú eru að fara til Stuttgart og keppa en við erum með 3 keppendur og þið farið bara í borgum fyrir ykkur allt saman Blöð segir, ég er Blöð, ég það Kilfusvein en hini keppendur er ekki með Kilfusvein ég það Kilfusvein Kilfusvein er það drikkjufélag í sögu Blöð barði í gegn að fá Kilfusvein með og hann reið Overweight Richard með sér í það bara því að nefndi ekki einn það er einu maður sem hefur tekið dassi líka það er ekki, það er svakalegt þannig að hann á að berja í gegn að fá með sér félaga en ég myndi bestu auglýsingur Benz sko, ef Benz er ekki á leiðinu upp 200% bara í sölu núna næstu mánuðum það er bestu auglýsing ég ætla bara að vona að hann hafi fengið hann að bíl gefins með því hvað hann er búin að auglýsta en eitt sem ég ætla að vera með nú er ekki andlit BMW á Íslandi andlit BMW hann getur ykkur flott að BMW síðan daginn hann kom, þú veist hann er í hvítum gallaböksum á daginn sko þröngum já, það er ekki allir sem geta gert það sko það hefur ekki séð Rikka í 2-3 mánuði sko, Rikki fyrir 2 mánuðum er ekki saman með Rikki í dag sko ég lofaði því hann er komin á einhvern flottasta handrökkar að BMW síðan og síðan er hann alltaf í svona kókain hvítum buksum þetta er nýja lúkur Rikka ekki málið það, undir Blöð náðu honum bara í einhvers konar net þannig að það er það sem er að gerast það er hættulegt það er mjög hættulegt en það sem er líka meira að gerast hérna í dættinum í dag er að Jón Jónsson ætlar að koma við og er að kynna nýtt lag ógeðslega gaman að fá Jón hann er nú góðinu þáttan og hefur komið oft hann dælir út lögum þeir báðir líka máli ef maður er ekki fyllibita eins og Jón, hann drekkur ekki það er endalsan tíma það er nóg að gera ég ákvað að hringja með veikan í dag og það er, að málega við erum eins og þetta þáttu, við þurfum að vera að starta þessu en það helsta er að Dóri TNA er á leiðinni og við erum að fara að taka
Já, við ætlum að taka bardaginn, það er Conor vs. Khabib, stærsti bardagi í sögunni held ég. Eins og allir bardagar sem eru alltaf á dagskrá. Nei, hann er stærsti heimi. Málega, þessi bardagi, þetta er í MMA og þessi bardagi er að ná einhverjum tölum, er að reikna með, að þetta er að jafnast á við bara gömlu góðu Tyson bardagana, sem er merkilegt, stórmerkilegt. En málega, ég minna bara svo fyrir Sverri, hans skoðun er svo að þetta er bara einn af mörgum bardugum og Sverrir hefur rétt á sinni skoðun. Auðvitað, ég er bara ekki geta að sofa, ég hef ekki geta einbeitt mér í viku, ég er með tak í bakinu, ég get ekki sofið út af þessu, ég er bara með henni barda á heilanum, hann verður að fara þetta er þannig, ég er með henni barda algjörlega gjössan á heilanum. En það verður þéttur hjá okkur þátturinn í dag, hjá okkur strákunum og við skulum bara kicksta þetta þessu, við erum með Yngvi tæknumar okkur dag og Yngvi getur bóð okkur upp á hvað geggjað partílag. FM 95 blöð hér á FM 957 eins og alltaf þá er komið að brakandi fesku, erlendu slúðri og Egill, þú ætlar að stjórna því í dag. Já, ég sé slúðrið í dag. Já, ég er mjög spenntur, ef ég ætti að giska það fyrirfram þá myndi ég halda að Stephen Bolton væri hana. Stephen Bolton? Nei, hvað heitir hann? Jú, Stephen Bolton. Stephen Bolton. Ja, Stephen Bolton er líka skemmtilega orðið hjá það, finnst mér. Er það þriði bróðurinn, hann í Bolton fjölskyldunni? Já. Hann er geggjaður. Leikir Bæjodóm, sko. Já, hann geggjaður. Fárlega góð mynd. En mér finnst grunar að fara að taka dóttir hans á vípinu. Sko, reyndar, ég er bara reiður út í sjálfa mig því ég er ekki með Stephen Bolton í dag. Það er rosalegt. Svo heimskur er ég. Já. Það hún grís. Hvað er það, komast að því núna 2018? Hún er heimskur síðan að mamma er nullaði þér út. Akkur flétti ég ekki upp Stephen Bolton í morgun. Það er sett núna. Já. Allavega ég er með 3 móla. Og ég er ekki með Stephen Bolton. Hvað er að tala? En ég er með 3 móla sem mér fannst áhugaverðir því að rúlaði í morgun yfir 13. Hérna, ullaðis út yfir? Já, má ég koma með svona prep eða? Hvað er það að drekka? Ripper. Rosalur einstaklega þessu. Nei, já. Þetta er bara koffín. Ég drekki ekki kaffi sko, þannig að þetta er svona mitt koffín sko. Sér hvað það vona. Ertu kaffi eða? Já, ég var með kaffistundum. Já, hendi móla. Þetta er ekki einu sinni kalt eða neitt, þetta er bara eins og einhver hafi átt þetta og þú ert að drekka. Sly Stallone, eitt besti leikur allar tíma, er í tökum þessa dagana á 5. Rambo-myndinni. Ha? Sly Stallone? Býttu, var ekki 5. Rambo-myndi komin? Nei, það var Rocky. 4. Það var Rambo 4 komin. Stallone sem er 72 ára og í betra formi en bæði Steindór Hróar og Sverrir Þór Sverrisson. Hvað ertu með skrifað slúður? Já. Ég er að segja, þú ert að lesa text og skrifan. Það er ekki það sem maður gerir. Skrifa maður ekki slúður. Þú segir bara, heyrðu, Slægir að leiki í einhverju mynd, við tölum það bara. Já, ég smálega, þetta sem fólk eru að velta fyrir sér. Hvernig geta 2 leikarar á Íslandi in their prime verið í verra formi en 72 ára Sly Stallone. Og þetta er þessi fólk eru að velta fyrir. Málið það, hann lítur út til að vera í betra form en við, af því hann er búin að dæla í sig ykkur endalist að hákja á anadrólum. En málið það, inn í honum, hvernig heldur að líffærin árum er, hvernig heldur að hann sé, ég heldur í alveg hann sé betra formi en ég til dæmis, 75 ára gamalt gæi. Sko ég get lofa því að þú nær aldrei 72 árum Stenþór, ég get lofa því ég veit það, ég næði ekki eins og fertugsaldri. En Sly náði 72 árum. Já. Þú gagnrýnir það ekkert? Nei, ég gagnrýni það ekki, en hann er ekkert í góðu formi. Ég var alls ekki að reyna að vera, þetta var ekki dónaskapur, þetta var bara punktur að Sly Stallone er 70 ára og hann er í geggjuðu standi, hrós. Og sem þýðir að þú veist alls saman að Kenneth við erum feitir og ógislegir, það var það sem basically þú ert að segja það, við sem ógislegir. Þú ert að reyna svona upphefja sjálfa þig með því að rakka okkar niður. Ég var ekki með mig, ég er ekki slúður, ég les slúður ég les það. Sko málið það, ég sammálaður, auðvitað lítur hann fárlega vel út, en þú gæti líka, ég get alveg dælt drasl í sveppa og láta hann líta fárlega vel út eftir viku. Þú veist það kostar kannski $500,000. Já, kannski einhverju öðru en hérna rósbísamlokum ég geti bombaður upp í fermetr, þú getur bara verið fermetri, 9 fermetri. Já, þegar þú horfir ón á mig. Nei, bara þú getur verið jafn stór. Ok, má ég halda á með slúð, þið veit ekki hvað slúður er með Sly Stallone, allavega, en að Rambo aftur, þetta smá útudúr hann með formið og allt það. Aðdáendur mistu þvag þegar sáu að Sly postaði mynda sér með kúrekahatt á Instagram úr tökunum. Sem þýðir að John J. Rambo er kúreki í Rambo 5. Já, það er eitthvað rangt við það. Og ég ofta er spenntur í bíómyndum. Sko, það sem er að fara að gerast er John J. Rambo er bara núna on his ranch, silkislagur. Ég man eftir síðan kom einhverju gæjar og segja, hörðu, John J. Rambo is right over there, og ætla að gefa hún að skýt og endar það að drepa það. Já, málega það sem er að gerast. Ég man eftir að slæjarinn, þegar hann tók Rocky 5,
þá gat hann valla að labba í þeirri mynd. Það var bara með einhvern annan gæja sem var að taka við og mannst ekki eftir þessu. Já, ég meina hann líka bara coach þar. Hún er 15 ára gömul sko. Já, hann líka, hann var ekki að berjast sjálfur. Ég meina hann var að fara að berjast sjálfur. Hvernig getur þú, ok, málið það, ég myndi mæta. Hann er retired cowboy í Rambo 5. Það er enda rosa. Svo komur svo gæjar að fokk í hún. Já, það er, ég veit það. Hann gæti út að fara inn í skúrn á einhverju byssur og það verður vesen. Allavega hann, maður fara í bólan nr. 2. Rambo hlýtur að eiga ótrúlega mikið óvinnum. Ég vil meina það, ég geti lamið alla 72 ára gamla menn. Ég get, sko, Sliced Alone geti lamið svo harðfisk. Ég er með brjóskló sko. Þú veit út fantur og svona, kannt alveg skriftur og brauð. En ég get málið er að Sliced Alone hann myndi lamið svo harðfisk. Það var gríns, horfðu bara á Instagram. Má ég ætla bara í næsta mála. Vöðafjallið og kyntröllið Arnar Grant. Já, íslensku móli. Var að gólfa á Spáni. Silkislagur með 2-3 í blóðun daginn. Já, og hvað gerist? Hann stillti sér upp fyrir sveiflu, nema hvað, notar alla sína glæsulegu vöða, slær hól í höggi. Nei. Það var sem gerðist á Spáni. Arnar Grant. Arnar Gregory Grant. Gregory? Nei, bjóti Gregory reyndar sko. En hérna, var Arnar Grant að ná hólu í höggi? Er hann golfari í fyrsta lagi? Er hann ekki bara dansari og líkamsmiður? Hann er ekki að dansari, hann er golfari líka. Og til því áttu ykkur á hversu impressive það er að ná hólu í höggi, að á heimasíðu Einherjarklúbbsins, sem er mjög virt síða, þeir segja árlega sé innan við 1% kylfinga sem náðu hólu í höggi. Arnar Gregory Grant keyrði hólu í höggi. Með hverjum var hann? Einhvern veginn félagi sínum. Þetta var á Facebook, er þetta ekki vinur Arnar Grant á Facebook eða? Jó, ég samt ekki eitthvað alltaf bara, heyrðastu, hvað er að frétta Arnar Grant? Hvað heldur þú sem alltaf að kíkja á vegginn hans bara að það sé að ná hólu í höggi? En núna kemur besti mólin. Nicolas Cage. Já, put the bunny back in the box. Djöfull er ég ánað, það er minn maður sko. Því ég las hennar mól og hugsaði bara wow, þetta er líklega besti slúðumóli sem ég var ævinnilega. Þetta fara að tala um Mandy í nýmyndina, því ég hef ekki verið jafn spenntur fyrir kvikmynd bara ever, held ég. Fyrst er líklega sem ég var að tala um Mandy, Stefán. Hvað, það mynd sem hann er að fronta, hún er að koma út? Já, ég er ekki að tala um Mandy. Hvað er að tala um? Það sem ég er að tala um er að Nicolas Cage var viðtölum daginn og var að ræða ferilinn og spjalli kom að Leaving Las Vegas myndinni. Vissuðu það? Sér hvað, þetta er miklu betra slúður en þeirra blöð með þetta. Já, þetta er strax svona betra. Ég verði ekki tölur betra slúður. Já, þú ert bara að fara að taka við þessu. Nicolas Cage réð að drinking coach út af hann leik fyllibett í myndinni. Hörðu, hann hringdi frænda sinn sem var fyllibetta. Bara, Nonni, hvernig ertu þið? Nonni frænd? Ég hef aldrei verið betri. Hörðu, kíkta þess á mig hérna. Getur verið með mér í mánuð. Hékk með frænda sínum í mánuð og fylgdist með honum. Hvernig haga fyllibettur sér? Hvað gera fyllibettur? Hvað segja þér? Hörðu, tók frænda sér með á settið og bara fylgdist með honum á settinu. Hann bara með hann með í þessi trailer. Í fótstellingu þegar var þunnur og þegar var glaður og í glasi og þetta, hörðu. Og að sem gullmólan sem frændan sett út úr sér, þeir lenduði inn í myndinni og hvað gerðist? Hann vann Óskarinn, Nicolas Cage, sem Best Actor eftir Leaving Las Vegas. Sæt. Já. Hvað ætlaði að gera í þessum móla? Ég vissi að hann væri svona, mikið í method acting, en ég vissi ekki að hann hefði verið með nonna fulla með sér. Hann fekk frænda sinn til að vera fullu með sér í mánuð til að sjá hvernig fyllibittur haga sér. Hann sagði, ég er léleg fyllibitta, ég fæði mér occasionally, ég satt ekki nógu fyllibitta. Hvernig haga fyllibittur sér? Hann er fyllibitt í lífuna að sögur. Hringdi frænda sinn, kíkti á mig. Þetta er því, ef að máli er Back in the box. Con Air, sem er eitthvað besta mynd sem ég á æfinni séð. Ekki til betri mynd. The Rock, sem er næst besta mynd sem ég á æfinni séð. Og menn er að gagnrýna Nicolas Cage sem lélegur leikari. Og Face Off. Face Off. See anything you like? Nicolas Cage er búin að vinna Óskarinn fyrir Best Actor. Hann er geggjað. Sittu það í pípinu hvað reykið? Hann er bestur. Djöfull alltaf flott. Happy Hour alla daga og lifandi tónlist öll kvöld. Hvað viltu meira? Sjáumst á dönsku kranni. Den danske kró. Hann seldist upp á mettíma. Færri komust að en vildu. En nú er hann kominn aftur í mjög takmarkaðan tíma. Það get ekki alla gæsir orðið hamborgarafabriku gæsir. Vargurinn. Íslenskur gæsaborgari sem þú verður að smakka. Hamborgarafabrikan. Hamborgarastaður. Allra landsmann. Í Smáratívolíi er glæsilega efrihæð með fullt af skemmtilegum tækjum fyrir fólk á öllum aldri. Ef þú vilt koma með hópið þinn í skemmtilegustu aðþrengu landsins, send okkur fyrirspurn á bókanir@smarativoli.is. Smáratívolí og Pepsi Max. Í fyrsta skipti á Íslandi, farsímalega.
Kynntu þið málið í verslurum Símans eða á viss.is. Viss farsímalega. Það er 150 milljónar risapottur helgina. 1x2 við tippum. Börnin elska dásamlegu tuskudýrin og bánsana frá Kalú. Kalú-vörurnar eru frábærar vöggugjafir. Fáanlegar í margt og mikið, Holtasmára 1. Nú 20% afsláttur af öllum nægvörum í Útilíf. Fullar búðir af nýjum vörum. Úrvalið í Útilíf. Hollur og heiðalegur matur. Spíran, Garðheimum. Legðu frá þig pipakökuna! Núna! Fitnessport. Fyrir fólk eins og þig. Vissir þú að 70% kvenna lesa fjölpóst? Hafðu samband og við komum þínum skilaboðum áleiðis. Póstdreifing. Þá komið að því. 2 ára bið á enda og loksins komið að því að Conor McGregor snúi aftur í búrið. UFC 229 á laugardagskvöld. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það Keiluhöllin sem færir UFC 229 á Stöð 2 Sport. Celebrating David Bowie, vinir og félagar Bowies, heimsklassa tónlistamenn og sérstakir gestir á tónleikum sem spanna allan fyrir Bowies í Eldborg Hörpu 7. og 8. október með Sinfonia Nord og kór. Miðasala á harpa.is. Happy hour alla daga og lifandi tónlist öll kvöld. Hvað viltu meira? Sjáumst á dönsku kránni. Den danske kró. Opið til 11 í kvöld. Roadhouse. Haustið komið og hvað kemur þá næst? Slepptu biðröðunum og bókaðu dekkjaskipti á n1.is. N1 alltaf til staðar. Egils og Malt og Appelsín kynna með stolti þessir árlegu. Jón Jónsson ásamt stórhljómsveit í Háskólabíói 21. desember. Miðasala hefst á fimmtudaginn á miði.is. Slys geta breytt aðstæðum í líf okkar. Það kostar ekkert að kanna þinn rétt. Hafðu samband. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Flokkunarílát í öllum stærðum og gerðum fyrir heimili og fyrirtæki. Við flokkum með þér. Gámaþjónustan. Bætt umhverfi. Betri framtíð. 5 staðir. Íslensku úrin fást hjá Gilbert úrsmið. Kíktu við og kynntu þér úrvalið. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62. Þá komið að því. 2 ára bið á enda og loksins komið að því að Conor McGregor snúi aftur í búrið. UFC 229 á laugardagskvöld. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það Keiluhöllin sem færir UFC 229 á Stöð 2 Sport. Ágætu Íslandingar, í október verður engin bátur dagsins á Subway. Því nú snýr bátur mánaðarins tímabundið aftur á aðeins 499 krónur. Sjáumst á Subway. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Ég, elsku vinir, herra Hnetusmör hér í FM 95 blöð. Okkar maður, hann fastagestur, kíkur ofta á okkur og við höldum mikið með honum. Herru, það komið að skemmtilegum dagskrálið sem þú fékkst að panta. Já, einn af mínum uppáhalds. Einhvern tímann heyrði ég þetta þegar þú varst að ringja þig inn veikan eitthvað staðar. Mér finnst þetta skemmtilegt. Þú er gaman að því? Já, ég er mjög gaman að því. Sitja og hlusta og hlæja. Já, þannig að við ákvæmum hendur okkur klefa. Ég ákvað að ringja mig inn veikan. Í þetta skipti var það, já, farveikur. Já, sárlasinn. Alveg sárlasinn. Og í þetta skipti var það húsasmiðan. Já. Og við ekki bara tjekka hvernig það fór. Húsasmiðan, góðan dag. Já, góðan daginn. Heyrðu, ég ætla að, er þetta ekki húsmiðan? Jú. Ég ætla að ringja mig veikan. Já, og hvert á ég, og hvar er þitt
Þetta Hannes? Hver þín starf? Nei, byrju, hver þín starfstöð? Sko málega ég bara búin að vera núna með beinverki og það eins og að sé ykkur djöfnir að ganga. Ég alveg að drepast ég með sko 39,5 og ég bara hvað þetta vinna? Svo ég getur ekki komið svo rétt að stað sko, ég langar bara því að það föstudagur hérna eins og mamma hefur alltaf sagt mig að maður getur ekki tringt í veikan og föstu, það er alltaf grunn allir á sitt bara að fara á djammi sko. Það er ekki þannig hérna á mér, ég er bara búin að vera á klósettinu núna bara í allan nótt, upp og niður og allt sko, bara svo krana Já, en hver er þín starfstöð? Ég er í ljósadeildinni. Í ljósadeildinni Skútuvoginum? Já, og ég sé bara fyrir mig sófan í dag sko, bara leggjast undir teppi og vera bara alveg hérna bara og hvað heitir þú á ég láta hinn vita að þessu? Ég sko, mér datta í huga ég væri bara að fara núna sko, þetta er bara saltpillur fyrir 700 kallar mér sko, bara síða bara, ég get ekki tuggin eitt sko. Nei, alveg og bara ég ætla að reyna bara að horfa á seríu 10 Friends eða eitthvað svona sko bara það rosa með svörtustelpunni já, ég hef aldrei séð neitt af Friends en alltaf að tala við Bjarka ég sko, ég er bara það lasin, ég er ekki viss hvort ég treysti mér í það sko halló ég það bara grafið gamlu Nintendo 64 töluna sko bara Mario Kart og en segðu mér eitt, hvað heitir þú svo getur sagt hana það? Hannes heiti ég. Hannes? Heitir þú Hannes? Gunnarsson, já. Og ég er bara, getur sagt hana, ég er bara sárlasi sko, ég er bara með, hérna, komið með tjúpatsjópin onni hockey power sko. Já, ég skal gera það. Þetta er þannig dagur fyrir mér sko, þetta er bara, þú veist, ég er bara, maður liggur bara alveg fyrir sko. Já. Það getur þetta bara, baka bara krokans nú sko. Koma leiður frá mjólkudri til og ég ángríns, þetta er bara þetta er þannig dagur. Þetta er eitthvað ekki mjólk og sitt með upp og niður. Nei, ég er alveg að drepast allur sko. Það er bara að leggja þig og hættu við að horfa á Friends. Já, ég veit að ég gerir það, þetta er alveg fróðast tvisa dagur sko, ég er sálasinn. Þannig að þetta er bara það er bara að leggja þig og hafa það bara gott og undir sæng og hafa það fínt og geta bara að hengja að Bjarka. Já, þetta er bara stöð 104 á mig sko. Þetta er þannig sko, þetta er bara kötturinn á fónin og illkerti og úr sokkunum sko, þetta er bara veikindarugl sko. Já, það er það bara að sofa. Já, ég gerir það. Já, ok, Tónlistin stoppar ekki hérna á FM 957. Ég veit ekkert hvað það lag heitir en þetta var nú svolítið uppbyggilegt. Já, þetta er alltaf gaman. Þetta er byður þið fyrir þann átíðaferð. Alltaf gerast, það er sól úti, við erum með útsýni, við erum að horfa á það, ég funkar eftir veðri. Það er brjáluð umferð. Annarkomaður að hlusta, það er einhvern veginn. Maður er með vindir í bakinu þetta. Það er bara í einu appi sín og lappísinu. Ég þarf að leiðrétta það sem það er þriðji hver maður að hlusta. Að þriðji hver maður að hlusta? Það er 1/3 af þjóðinni hlustar á þáttinn ef við tökum allt með hlustun og vísi og appið og allt þetta. Því miður ekki annarkur maður. Það er gaman ekki satt annarkur maður. We're not there yet. Ok, við skulum reyna að koma okkur í það. Að það sé annarkur maður að hlusta. Það er bara því miður 1/3. Það erum ekkert að væla það að þriðji hver maður að hlusta. Það er bara mjög flott. Það er staðan. Við ætlum að henda okkur í myndur fyrir cash. Þú ætlar að stjórna því þetta. Já, Sverrir, veistu hvað svo dagskulega virkar? Já. Ég segi, væru til að gera þetta fyrir þessa upphæð og segja á það nei. Hvað er það bara að missa vitið? Og sem var að vera í þessu þætti í 100 ár. Og sem var í geggjað, Sverrir, rökstunning. Svona, út af því að sumi segja bara já að nei. Rökstundu fyrir mér, af hverju? Myndur fyrir, Yngvi, trailer strax. Trailer? It's cash! Við getum ekki meira, þú fegst þarna meira en vanalega sko. Akkur er alltaf kött á þér? Þú fegst mig, af því hann er 17 mínútur þessi trailer. Þú fegst þarna alveg mínútu, góða mínútu. Hann er max 2,5. Herru, mér finnst alltaf geggja að sjá ekki, hann hlægir alltaf að sjálfum sér. Já, ég veit það. Ég gleym alltaf hvað þetta er geggja á trailer. Maður skilur hann ekki eins. Herru, já, myndur fyrir cash, það er fyrsta spurning. Sko, spurning nummer 1. Myndur sleppa að skoða síður fyrir fullorðna á internetinu fyrir 20.000 krónur fast á mánuði það sem eftir er? 20 skall á mánuði? Til 20 skall
bara annarkvæmt mánaðar farið 20 skall annarkvæmt mánuð? Já, nei, bara, þú veist, bara annan des bara, þú veit, í byrjun hvers mánaðar farið 20 skónur, betri fyrsta og hérna, og þú skoðar aldrei aftur þessa síður. Sveppi, þú mútt byrja þessu? Nei, ekki Ég ætla að minna að Sveppi á úling sem líklegast að hlusta. Hann mumlaði Þetta var ekki svona orð. Nei, ég hefur spurt mig fyrir 10 árum sko. Þá hef ég sagt nei. Varstu meira sexually active þar eða? Nei, nú er ég orðin svo þroskaður. Ok. Ertu hættur að pæla í þessu ruglega? Já, meinar út af því að þú til að skópla þess út? Já. Já, ok. Skilur þroskaður, fullorinn. En 20 skall úrslega lítið. Já, ég veit, þess að sko það er mjög málið sko. Ertu til í fyrir 20 skallir mushroom það er joke. Þú missir það úr vass og svona það labba niður stigarnir nú eftir sko, það er skýtsama. Ertu hættur að spá í svona dótisæpið það? Klámi á netinu. Það er vesið því? Já, neða, það er alltaf spennandi að skoða eitthvað. Það er alltaf spennandi. Maður er náttúrulega, ef maður er rassus 18 ára þá er maður það líka þegar maður er 48 ára sko. Þetta er erfið spurning. Þú veist eitthvað, lítill í þess Ég er svo glaður að þú ekki svara þessu. Nei, vita líka til svarið þitt. En þetta er mjög athyglisvægt að Sveppur að segja. Hann er til í að, þú ert til í að skópla þessi burtu úr lífiðinu 20 skallamanni. Það var sann ekki bara ágæð, hann var að íhuga það. Það var svona að hugsa. En Sverrir, þú kannski vakna einhvern mann, þú veist, 2 í blóðinu, þú veist, konan erlendis, börnin í pössum. Vakna með 2 í blóðinu? Já, deitt heima einhvern veginn. Hvenær fórstu heima og vakna með 2 í blóðinu? Vaknar, fartölu og liggur hérna við hliðina, þú eru ekkert að gera. Helvitis 20 skallin hérna sem þú ert að fá hérna á reikningin alltaf. Jöfnlega það þreitt. Já. Sko, ég það er svo mikið ég mætti samt horfa til dæmis á bíómyndir. Hvað er það, Basic Instinct? Já, til dæmis Sharon Stone. Hvað ert að spája að horfa bara á Starship Troopers? Eða Monster eða eitthvað. Are you gonna charge me more smoking? Þetta er að tala það? Já. Góða punktur, Mushroom. Gæti farið fram í þessu þar. Gæti svona sneika þetta. Já. Já, ég meina vissulega, ég meina það. Svo er maður bara orðin gama, ég meina hvað heldur þú að pappi sé eitthvað að kíka á klám á netinu, er það alveg þannig? Mér finnst eitthvað skrítið að það er að fara að horfa á einhverja bíómyndir bara sem eru bannarinn á 16 og fara að döblast eitthvað með fartölun með 2 í blóðinu. Nei, ég meina kíkja á American Pie. Ég meina slefur með William Baldwin þegar hann er upp í súlun hann með Sharon Stone. Baldwin? Var Baldwin fjölskyldan í því? William Baldwin var í slefer. Hvað er rosalega? Stephen Baldwin var í Biodome. Já, það sem er náttúrulega miklu betri mynd. 1000 betri mynd. Menn vann með alltaf Daniel Baldwin. Hann er alltaf þetta class clown. Í hverju hefur hann líka verið? Hann hefur verið svona sidekick í alls konar sjónvarpsseríum. Nálega það er engin Baldwin, ekki eins og Alec Baldwin að fara að toppa Biodome. Það strákar, sko, málu bara að þú veitir það. Ég er ekki að gagnrýna að segja nei við þessu. Fyrir ykkur báða 20 skall, hlægilegt. Og þeim er alveg segja nei við þessu. Það er þetta skýt saman. Veistu hvað, ég er búin að ákveða. Ég ætla að taka hérna 20 skall. Ég er sammála Sveppa. Þetta er bara, maður er bara að þroskast upp úr þessu rugli. Já, þetta er aldrei dögt. Ég líka fór að hugsa hvenær maður fór síðast. Það er svo langt síðan, sko. Já, þú meinar. Þetta er ekkert að plaga Hvenær var það síðast? Förum aðeins, ræðum þetta aðeins. Hvenær var það? Þá hefur nú verið ágætis sessjón. Nei, það hefur nú verið bara í einhverju brýri, sko. Það er svoleiðis. Já, svona maður hefur slísast. Hvað minnur, varstu bara að lesa vísi og allt inn bara komið með annar fótinn í ykkur rugl? Já, maður skrifaði eitthvað vittlust inn. Það ætla að skrifa YouTube og skrifa RedTube ef það er eitthvað svoleiðis. Já, þannig að mitt RedTube, er það síða? Förum við þá hérna bara í næstu spurningu. Þið ætla að segja já, við ætlum að taka 20 skallin. Við ætlum að taka 20 skallin, já. Þið hérna, milljónamæringarnir ætla að taka sér 20 konar bónus á mánuði. Ok, klæðis og rétt. Myndur alltaf hægjaður maður spyrir henni, er þetta bara svona hægjaður? Hvað mennur? Er þetta bara klám og kúkur eða? Það er vesen fyrir okkur. Það er bara vesen fyrir alla, hlustendur og Þetta er eiginlega ekki kúkur sann, sko. Spurningin er myndur alltaf hægjaður með ólæsta hurð það sem eftir er fyrir 20 miljónar eingreiðslu á eftir. Þetta finnst mér bara mjög létt. Já, mér líka. Ég kúka með opna hurð heima með, sko. Ég hlustaði, alltaf.
Út í ársóttíð Út í ammali Björg og Tór Út að hæja þér Sem er mjög líklegt að ég fór Ólæsta hörð Sér kemur Björg í Tór inn Hvað það gera trúður? Reynda myndi ég samt Nei, ég held að Björg myndi alltaf skilja það sko Já, en þú veist það er líka bara hérna í vinnunni og svo bara þegar þú ert eitthvað staðar Íkja hörði, það er að hoppa á salunni, það er að hæja mér Maður myndi, sko málega það er best að kúka heima Þú getur fengið njálga að vera kúk út allt Það er vesen Ok, Steinþór, maður spyrir þig Hefur aldrei þurft að kúka annars staðar en heima? Jó, ég geri það Ok, bara einspyrir, hvenær kúkaður að síðast annars staðar en heima þur? Ég veit ekki, bara gærur Hvar þá? Bara inn í vinnunni eða Og hvað er salunni hérna frammi? Já Ok, hefði þið verið óþægilegt að ekki læst hurðinni? Það verið óþægilegt En þú getur alltaf verið með löppina svona En þá getur maður alltaf samt verið í viðbragðsstöðu Það getur verið búin að setja ruslatununa fyrir Og maður er svona einhvern veginn Maður getur sleppti að fara úr á ofan Nenni að standi þessum eftir er Fyrir 20 milljónir Allavega eins og staðan er núna Þá væri ég alveg til í það og líka það myndast oft alltaf skemmtileg moment þegar einhver lappar inn á mann þegar maður er að kúka Það er vandræðilega fyrir gæjan sem lappar inn eða gæluna Já, ég var alveg lúms gaman að því En sko málega svo er það líka þannig að þú veist ég á það til að taka eina standandi aukaskeinu eftir mína hæðir Ég tek eina standandi aukaskeinu Ég er búin að ég skeini mér Stendur það bara svona í hnébæju? Nei, ég bara stendi upp og teka inn að standandi Ekki upp réttur, þú ætla að leið svona í hnébæju? Já, bara svona eins og spurningamarki kannski Eins og í hnébæju? Já, kannski svona En af hverju skeinur ekki sitjandi? Já, ég geri það, ég tek eina auka standandi Ok, útskjur fyrir mér af hverju? Það er bara vani, vondur óvani Þannig að reysur þau upp Þannig að þú ert svona Klemmir í svona frekar grunnri hnébæju Og skeinir einu sinni áður og Ég aldrei heyrt þetta Þú veist að þetta skiptist líka alveg í tvend Ég meina það er helmingu þjóðarinn að brýtu saman meðan hinn helmingur krumpar í kúlu Já, meina það? Það er svoleiðis Hvað gerir þú, Sverrir? Brýt saman Ég krumpa Þannig þið ætli báðir að taka 20 minútur einhverslu og aldrei aftur og æfi eitthvað læsa hörðið því að hægið ykkur Það er rétt hjá þér Á ásatíðum og í vinnunni og allt þetta Já, maður sleppi því bara Maður reynir að komast hjá því að kúka ásatíðum Ok, Já, það er engin Ég hef aldrei þurft að kúka á djamminu eða kúka ásatíð eða kúki í matabóði þetta er eitthvað svona Aldrei kúka á djamminu? Það er alltaf svona hlutir sem að ég græja svona áður en ég fer í eitthvað mission Þú ert ekki að fara í sturtu og jakkaföt og allt og fara ástötu og byrjar að fara að skýta Þú er aldrei bara austur og bara hörðu fokk, ég þarf að hæga mér Nei, það hefur ekki gæst Ég myndi aldrei gera það Það er ógeðslega skrítið Ég skil mennið sem eru bara að vera veikir eða eitthvað en þú færði ekki bara viljandi að þú getur alveg haldið hundar geta haldið í sér 8 klukkutíma þú ættir ekki að haldið þér að þú ert eitthvað starf fullur í 2 tíma sko. Nefnum þú sér náttúrulega með kveldskitu þá stoppar það ekkert Ef maður ættir í kveldskituna eða bara sem getur mynda bara einfalda partibald í rauninni þá kannski gerir maður það kannski Næsta spurning Þriðja spurningin og þú, sko, hún er ekki eins einföld og lítur að vera Myndirðu japla blöð fyrir 1 miljard Þetta er ekkert hægt sko Sæfli Sko Við getum ekki verið fyrir 1 miljard Þetta er í beinni sko Þetta er 5-6 mínúta verkefni 5-6 mínúta verkefni Það meiðis engin og Meiðis engin Hvað er þetta að tala um? Ég bara tala Myndirðu japla blöð fyrir 1 miljard Það er basic spurning Þetta er flott hjá þér Edmund Þetta er flott Við ætlum að fá lag Já, ég veit ekki Það held ég, elsku vinnir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það er komin tími til að skrúa aðeins niður í ykkurum trúðslátum því það er stæðsti MMA bardagi sögunar annarkvöld og jafnvel stæðsti bardagi bara frá upphafi, segjum við þá og það þýðir sögunar sko Nei, já sko, MMA bardagi, stæðsti bardagi með öllu, með boxi og öllu að því að sko Þetta er ekki stærri en Tyson og Holyfield Þetta er stærri en Tyson og Lewis bardagin Þeir segja það Tyson og Lewis bardagin var nú, ég nenni ekki að ríðast um þetta það var löngu eftir að þið voru báðir að þeir óvinnsæli þá sko En tökum vel á móti Dóra Dina, hann er mættur hérna sem sérlega ráðgjafi kvöldsins á morgun hérna, hvernig leggst þetta í Dóri? Ég veit það ekki, þú veist ákvað Já bara að stúdera hennar bardaga eins og ég var að læra undir bílpróf sko. Já. Og er búin að liggja yfir þessu ég er búin að lesa allt ég er búin að hlusta á öll podcastin horfa á öll vlogin, horfa á heimildamindirnar horfa á allt saman síðan bara komst ég að niðurstöðu með mitt og ég ætlaði put my money where my mouth is ég er með takk í bakinu ég sá það á því á Instagraminu
Já, ég bara fór inn á Betsson, var með góðan reikning þar, hef ekki veðjað sinni, tapaði formúa á fokkin Ísland Argentína. Hvað tapaði miklu það? 100 áskalli. Já, ok, núna nóg til. En fyrir hlustendur sem vita bara ekki neitt hvað er að tala þá verðum við að koma inn á það. Við erum að sjálfsög að tala Conor vs. Khabib UFC 229. Fyrir rækjusamlokan núti þá er UFC á morgun. Og Conor McGregor er að mæta einhvern snargeðugum rússa Dagestana sem heitir Khabib. Khabib? Nurmagomedov sem er 26-0 í hérna sem er rekordað sem er í rauninni ótrúlegt. Ef þessi Khabib bara er að mæta ykkur rækjusamlok, ef þessi Khabib mæta ykkur álveru gæja. Já, hann er einum álveru gæja. Tveimur og 26. Sko, allir í UFC eru mjög góðir. Ok, má ég aðeins fá að tala? Já, ok. Ég ætla bara að segja ykkur einn, ég allavega var samfærður það, veðja á það Conor McGregor vinnur með róttöki eða tæknilega róttöki og það verður innan 2 lótur. Svo hefur margt gerst síðan þá. Það var margar greiningar byrst eftir að ég lagði mitt veðmál sko. Og sem hefur hrætt mig og það er algjört fakt að fyrstu 14 bardagar Khabib voru á móti skítlélugum rússum sko. Fyrstu 14? Fyrstu 14 Síðan þegar mömmu sinni, bróðu sínum, já, eitthvað alveg svona. Og náttúrulega pappans er þjálfarinn hans sko. Svo náttúrulega fer hann hérna yfir í UFC. Pappans þjálfar er mjög spes, ok. Mjög spes, en hérna hann æfir mig mjög góðu liði líka. Ok, menn hafa sagt, þetta verður rúst á annarkot veginn. Annarkot lemum Conorinn í spað þegar eru standandi eða Khabib brífur hann niður og það er enginn bara jafn þrúandi þegar út komin í jörðina og Khabib. Ég er reyndar sammála því. Ég held að þessi bardaði verið aldrei jafn. Annarkort er þetta rúst, sko, Conor er í rauninni á bara allt öðru leveli sem strækjar og er rauninni bara besti strækjarinn í UFC held ég, en á móti er hérna Khabib yfir bara besti wrestlerinn í UFC líka. Ok, mínir menn er að segja, er Khabib með glerkjálka? Nei. Menn er að segja mig að eitt högg frá Conor klára þetta. En hver segir af hverju? Hvað hefur það? Það er gilsað fyrir 10-11 hitti ykkur lið, hvernig ertu? Ég aldrei betri. Það er upp frétta það, Khabib með glerkjálka. Það sem ég segi, ég frétti þetta. Já, málið það sem fólk er að vitna hann í og er það, hann fekk eitt högg frá Johnson á sig. Hann fekk eitt högg frá Michael Johnson sem er ekki að þungaður á Conor. Michael Johnson. Já, þeir heita allir Michael Johnson. Og hann var ekki hann rótaðist ekki, hann varð Hann vangaðist aðeins. Hann fekk eitt högg. Ok, Sveppi, ef þú fekk eitt högg og vangast. Það er alltaf verið að berja Sveppa. Það er 5-6 til að klára Sveppa. Nei, Sveppi er aldrei fekk eitt högg og vangast. Ekki fræðilegur. Nei, hann hefur getið nokkur. Hann er þessi Khabib er aumingi. Nei, hann er ógeðslega harður sko. Er það? Já, hann er ógeðslega harður. Ok, Michael Johnson sem er bara við sprettlöpari náðu einu höggja á hann og hann vangaðist. En síðan tók Khabib hann niður í jörðina og kristi úr honum líftóruna sko. Á vannan síðan. Khabib hefur aldrei tapað, ekki eins og hann hefur ekki tapað barda, hann er með 26-0 en hann hefur aldrei tapað lótu í neinu barda. Það er eitt bardagi sem var mjög á móti Gleison típa á sem sko margir dæmdu honum ekki í hag sko. Barda hann sjálfum? Já, þú veist og hérna þannig að ok, hann er mjög góður en það sem ég langar sem nýja ferska tekið á þetta er menn segja hann að gott rota Conor hann í 2 en hann verður þreyttur og tekið niður. Síðan eru menn að segja bara, já, horfið á Conor á móti Mayweather, allt í nú var hann að koma bara með mjög slikk stungu, þú veist, farið þið sig svo lateral skilu til hliðar, alltaf fyrir hringin í kringum hann. Hvað ætlar hann að gera ef hann byrja bara að sleppi sér að vinstri og byrja bara að pota með stungunni og þreytir hann? Nær alltaf að stíða til hliðar. En ef að Khabib nær Conor niður, er þetta game over þá það? Já. Það segja þeir. Ekki game over, heldur nær hann að dreina hann, það bara kardíóns Conors hverfur. Það er rosalega þreytur með þessi harða Conor mann að þessi búið ef hann ánur niður. Nei, sko, Conor samt æfir og hefur ekki keppt í 2 ár, er búin að æfa í 2 ár með gaur sem heitir Dillon Danis, sem er eitt besti gólflimgaur í heimi. Hann er 200 pund, sko. Hann er þungur, hann er stærri en Khabib. Gilsan er þingur en hann. Þeir æfi ég er líka þingur en hann, en það er ekki punkturinn. Þeir æfa saman, þannig að það veit enginn. Og ég segi ykkur eitt, að segja ykkur hvað er lykilatriði í þessu máli. Conor, hann var með lokað kamp, hann var ekki að hleypa hann kamerumönnum inn. Veist, hann bara stýrði því alveg hvað fólk sá á hvað var að gerast í æfingunum. Hann gerði það sama í seinni barndanum til Nate Diaz. Það var öll myndböndi sem þið sáu á honum. Þá var hann að taka ykkur ringspörk og gett viltur, byrja barndaginn, fyrsta sem Conor gerir er að byrja að sparka í lappirnar á honum sem engin bjóst við að myndi gera. Ég var aðeins til að fara inn á þetta því að Conor hefur yfirleitt verið mjög flassi í einhverjum geggjuðum jakkafutum. Hann reynda mætt á fyrsta blaðmarhundin hannig en og er búin að vera og er eins og með til dæmis Aldo barndan var hann í ára promótan og svoleiðis.
akkurat núna þá hann bara að segja ég nenni ekki sem sirkus, ég ætla bara að vera með lokakemp, æfa, en hvort þetta hann að vera ógeðslega hungraður og komin aftur og ég ætla að gera þetta fyrir Írland og allt þetta, kjaftaði, eða þetta bara marketing? Þetta hann að vera nervus og það gott. Já. A nervous Conor is a dangerous Conor. Verður hann stressaður? Já. Hann stressaður fyrir þessum bardaðum með. Þú veist, það mjög mikið í húfið þarna. Þeir segja Khabib að vinna, alltaf hætta. Ok, máli nú gilst hann að betting man. Ég elska að betta á allt. Ég betta á allt, skilur ekki mál hvað og eitt sem ég veit the bookies, they know, þeir vita hluti. Þeir eru ekki heimskir. Halda það allavega. Hvað segir þið? Og bookierni segja, nú ég á Coolbet síðunni og þeir segja að Khabib 1.57 hann vinni 2.55 á McGregor samkvæmt Coolbet á Conor ekki hann á sjens en Khabib clear favourite og búkjarnir eiga að vita þetta eru búkjarnir með lóður því ég ekki verið að setja hann að Khabib ég get lofa ykkur því sko í þeim bardum sem glímumæður á móti boxara eða grappler vs striker þá áttu yfirleitt að veðja á grapplin það svolítið sem það vartar fara alltaf niður í jörðina á einhverjum tímamóti en Dóri, ég og þú myndir núna berjast henni í stúdíónu ég myndi ekki ná þig niður, þú myndir reyna það þú vilt ekki ná þig niður Dóri myndi badly býta þig ég myndi badly býta þig þú myndi berja með svo harfisk ég hef slegist Dóra, það vesen það ekki auðvelt að ná maður niður nei, Dóri hef oft slegist og ég hef aldrei náð hann fer niður þú veist, og það sem menn hafa verið að segja samátt að fara niður allir barndar, allar lotur byrja standandi aftur Díana maður, þú ert basically að segja það ef þetta fer í gólfið, þá er Conor game over það er það get ég slögt á sjónvarpinu ef þetta fer í gólfið nei, ég skal segja þér, að því málið það þú erfiðar spurningar í svo stressa ég er alltaf þessu fyrir mig ég skal segja kundir, málið það Khabib ekkert mikið að tappa menn út hann ekkert sérstakur í gólfinu þannig hann er bara góður wrestler og grounded nei, málið það, ef hann tekur hann niður í fyrsta lótu það þýðir það að Conor bara séns í annar lótu síðan kardíóið bara farið þú veist, ef hann að berja hann í alla fyrstu lótu þá þetta búið fyrir Conor, þá hefur hann þessa mínútu í annar lótu ok, niðurstaðan þú ef þetta fyrir round 3 þá er Conor game over ef þetta verið lóta 1-2 Conor á breyk ég ætla að segja það það er mitt veðmál það veðmál okkar róttök eða bara Conor vinni lóta 1 eða 2 eru sammála það? ég er búin að putta ég seti 500 skinkur þú horfir á þetta oftar en þú ert að spila Fortnite hvað er þitt persónulega faglega mat? ég er algjörlega sammála þessu ef þetta fyrir þriðjulótu þá myndi ég halda að vera nánast enga líkur ég held sé bara verri líkur fyrir Conor með hverju einstu mínútum og ég er bara að posta á Twitter núna bettinu mínu á þetta ég treysti ykkur tveimur mjög ég elskar líka að söppa hann veit ekkert UFC hann líka setur bara grjót heldur fokkin kæfti en hvað ætlar að setja? Hvað ætlar að betta á? Ég ætla að setja á ég með 2 bett ég ætla að setja á stuðul 6 150 eurur að Conor vinni í fyrstu lótu sinnum 6, fæ 900 síðan ætla að setja 150 eurur á að vinni í annar lótu ég myndi að segja að það var líklega fæ 1150 þannig að þú veist, við skýt saman kort eftir menn að ég hef aldrei verið betri þetta er bara mjög svipað á veðmálum mínu en getum við aðeins róa okkur og ég vil fá að segja það að tala illa Khabib í þessu stúdíu það er ekkert að hjálpa það gæti verið höldum við allir það með Conor? Ég held ekki það með Conor hver var að tala illa Khabib? Hver tala illa? Mér finnst hann heimskur það virkar á mig sem heimskur kannski það fáránlega á það getum við rætt þetta sem fullandi menn en ekki sem nokkrar hænurinn algjörlega það sem ég er að segja það segja allir þetta eru 2 lótu fyrir Conor allt meira en það tapa Khabib það sem ég er að segja gæti verið að þeir Conor megin segir bara ok Khabib heldur þetta líka þannig eigum við að gera eitthvað annað eigum við að vera mjög hreyfanlegir eigum við að spara orkuna eigum við að jabba eigum við að reyna að teygja á bardaganum og ná honum setna þú veist, þeir eru masterar að búa til gameplan þú veist, þeir byggja til geðveitt gameplan móti Nate Diaz og síðan eru faktor í þessu margir sögðu, Eddie Alvarez hann er geðugur að rífa Conor niður Conor raskjaldi hann meir en alla ekki vanmeta Conor, það er basically svona að segja ekki vanmeta ég er að segja ekki vanmeta það sem gerðist í Alvarez bardaganum er samt það að hann pressaði aldrei á hann ef þú pressar á Conorinn þá er hann aðeins verri ég veit hann er með tímasetningu hann er með fjarlæðina og tímasetningu á hreinu en sko þessi pressa sem Khabib er að gefa mönnum hún er ólýsaleg sko þannig að Conor er í grundvöllin það sem heitir Counter-Striker hann vill að þú komir inn og hann nærðir á leiðin inn hann nærðir eftir hægri höndina þína og kemur hann yfir með vinstri ok, strákar Conor var að bóksa við
Ég líklega eitt besta boksara of all time daginn, Mayweather. Hann getur lamið en svona Khabib eins og harðfisk ef það fer í bóksið. Ef við tölum hrein íslensku. Ef við fyrir í bóksið, já. En hann mun lendi vandræðum að glíma hann eins og allir sem glíma við hann, sko. Já. En má ég segja þess að ég held að vinna með Conor? Já. Sko, hefur Khabib verið á vegamótum og verið jafnlaður undir borðið þar? Þetta er ekki... En þú ég veltaði, hefur það gerst? Já, sko... Þú getur ekki sannað þetta. Nei, ég veltaði fyrir mig, hefur það gerst? Já, við erum í beinni útsendingu. En það sem, ég held ég var að koma í alvarlegan þáttir það er málið. Við þurfum að enda þessu umræðu. Dóri, bara hrein og klár spá fyrir kvöldinu. Fólk vil breyta dollarum $1 í 2. Gilsarinn er með sko allt og áhættu samt veðmál. Hann er tilbúin að tapa einu veðmál til að vinna hitt. Ég veit að hann gerir þetta alltaf, hann tapar alltaf öllu. En ég fæ profit ef ég annarkvort eftir. Já, en ég er með þetta undir 2 minútum. Conor McGregor, það er bara alvöru dæmi. Undir 2? Já. Og en ég er að segja ykkur, allt getur gerst. Hver veit, kannski tekur Khabib niður. Conor hefur ekki barist í 2 ár. Hvað hefur gerst á þessum 2 árum? Er hann verri, er hann betri? Hann er alltaf potið með betri hendur eftir kampið á móti Mayweather. Hann er bara mikið fullur, ég fylgist maður með Instagram. Hann er bara í síðustu 2 ár hefur verið mikið. Veistu hvað, það hjálpar oft. Já, það hjálpar. Hann verður svo slakir. Hann er mikið að keyra dýra hraðskriða bíla og hjálpar líka. Sveppi, hvað ætlar þú að segja þitt mat fyrir kvöldinu og bardaganum? Hvenær er þessi bardagi? Hann er annað kvöld, Sveppi, verður vakandi í þessu stúdíói. Sveppi skýt sama, sko. Hvernig fer bardaginn, Sveppi? Já, getum alltaf orðað þannig. Ef þetta væri podcast UFC þá myndi ég aldrei downloada það. Þetta er orðið alltaf löng innkoma, Sveppi, hvað segir þú? Ég held alltaf með Íranum. Þú heldur með Íranum, ok, það er Conor og það er fyrsta lótuðið þeirra. En ég var að horfa á hennan Khabib. Khabib? Það er þetta geggja að kalla Khabib. Og hann er brjálaður. Já, hann er brjálaður. Og rosa sterkur strákur. Já, hann er sterkur. Hann lítur út svo velduvíkt. Hann glímdi við bitni sem barn, það er myndböndaði, sko. Það er svoleiðis. Hann var að glíma að skóa upp 9 ára. Segil, hvað segir þú? Ok, allan að staðan allan á þannig að ef þetta fyrir lótu 3 þá er Conor game over en mitt bet fyrir á lótu 1 og 2. Ok, persónulega getur mér ekki sama, ég vil bara fá að sjá alvöru bardaga. Þetta er annað kvöld, Conor Khabib og ég er að deyja úr spennu. Takk fyrir kominu, Dóri. Takk. UFC bardagi ársins er á aðfarun á sunnudags klukkan 2. Khabib vs. McGregor og Keiluhöllin er í betra form en þeir báðir til samans. Pantaðu besta flöskuborði, pítsur á tilboðsverði alla nóttina og allt flæðandi á barnum þar til yfir líkur. McGregor er flottastur í hringnum, en Keiluhöllin Sportbar er flottastur í UFC. Hvað ætlar þú annars staðar að vera? Keiluhöllin Egilshöll, heimavöllur UFC á Íslandi. Margir segja að haustið sé fallegasti tími ársins. Eru það litirnir, rigningin, birtan eða potturinn sem stefnir í 23 milljónir? Spurning, Lotto, leikurinn okkar. Velfag Edge, nýtt útlit með enn 30 ára reynsla. Velfag, vindur fyrir lífið. Faris.is. Nú er kaup-hlaup í Smáralind. Taktu sprettinn. Alltaf 50% afsláttur af nýjum vörum. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Hæ, þetta er Sara í Unique. Unique er 7 ára og við fögnum því með geggjum tilboðum alla helgina. Komið og gerið frábær kaup. Unique, Kringlunni og unique.is. Martex. Góð þjónusta byrjar með flottu útliti. Fatnaður fyrir fagfólk. Martex, Bíldshöfða 16. Hvernig hljómar kvöldmatur fyrir 499 krónur? Bátur mánaðarins snýr aftur á Subway. Frá Bethlehem til Háskóla Bíós koma Júlevener Gauta. Seldist fljótt upp en ekki örvænta. Því heilagur andi hefur bætt við auka sýningu klukkan 23:00 þann 22. desember. Miðasala hafin á tix.is. Húfur og treflar. Verið velkomin. Marco Polo, Kringlunni. Barnaherbergi á öllum stöðum. American Style. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Já, kæru hlustendur, það er FM 95 blöð sem er með ykkur hérna þessum Drottins dýrar föstu degi. Við erum stættir hérna í stúdíónu, strákarnir, Gilsarinn og Steindi Jún og Sveppi Krull. Öddi blöð er vant við látin í Þýskalandi. Og ekki nóg með það, við vorum með góðan gest, Dóri DNA er farin út, þannig að það er nóg pláss í stúdíónu fyrir Johnny Jónsson. Jón Jónsson, dæma mínar og herra. Þetta er alveg svakalegt.
Herru, hérna, sko, Sveppi Þetta fannst mér vera fagmannlega gert Já, það var eina sem ég myndi ekki var nafnið á læginu sem vorum að spila Eina sem þú glemdir og þú glemdir samt að segja eitthvað svona það væri einhver bíll að fara bakkinn með glænýjan klukkutíma tónlist Já, svo er það alltaf sko Það er svolítið skemmtilegt John, akkur á njánum Er ekki stóll hérna? Er ekki stóll? Ríðu þetta upp, ég er stend sko Já, þetta er glænýtt stúdíó sko Jón, þú mátt á stólið minn Já, hann getur staðið Já, hefði stóll komið Stendur þér, Jón? Hvað? Stendur mér? Vá, hvað sem að gegja Hann stendur Stendur þér, Jón? Ég stendur bara að leave the comedy to the professionals Herru, Jón Jónsson, hann er mættur til okkar góðvinnu þáttarins, alltaf geggja að fá hann og það er ekki ástæðulausu, það er nýtt lag Já Vá Hvernig er þetta, hvernig er að vera þú? Ég spyr bara, hvernig er að vera þú? Hvernig er það? So many hits Æ, ekki svona So many hits Þetta lag núna, það er alveg Þetta gæti kannski slegið í gegn Já Hvað er hérna Kannski, þetta slæri í gegn Hvað heitir það lag? Heiti með þér Þú varst að segja mér á hann og þú hefði verið að hugsa líka um eitthvað annað Þú væri, sko Þú hefði verið með eitthvað aðra hugmyndalagi Sko, nei, ég sagði það ekki til Nei, ekki Nei, ég sagði, sko Með þér er svo generic, það er svo almennur titill Það er svona bara, gæti verið Þú veist bara 50% af lögum í heiminum, sko Og er náttúrulega lagið með Bubba, þú veist Og Röggu Grö og það allskilji Svo var ég að keyra heim frá Akureyri gær Selma Björns sem er nú frænka þín Sveppi Það rétt Af því að pappar ykkar er bræður Yes, Björns smiður og pappi Ef þú ekki bara farið yfir ættartríð Að hún bara Þetta er frábært lag hjá þér Jón Segir hún við mig Horfið svona í augun á mér Sem var svo skrítið að ég var að keyra og þurfti að horfa í augun á henni Já, það var mjög hættulegt Alveg upp á heiði, það var hálka og eitthvað Fljúandi hálka Það voru ekki störukeppni og bara rétt kíktir Nei, þetta var alveg svona 35 sekundur Það er heldur En á einbreiðum vegi sko. Já, þá segir hún Mér finnst þetta lag að heita Mér finnst ég vera þar Þú veist, sem er svona Þú ert ekki búin að heyra lagist Nei, ég er að fara að heyra í fyrst skipti En málið er það, þegar menn fá okkur svona bakþanga með eitthvað lag Þú veist, ok, ég hefði ótt að skýra þetta En af hverju ekki bara Af hverju gerðu það ekki bara? Nei, síðan hugsaði Það er öllum drull hvað lög heita Það væri nafn á lagin Það er geggja nafn á lagi Ég ætla að gera lag sem heitir það Það er þetta drull hvað lag heitir maður. Það er geggja En þú ákveður, John, að fokka þarna í konginum Bubba Mortens og skýra lagið með þér Hann á einmitt lagið með þér Hún kom með núna í Celebrity Beef á móti Algjörlega Á hann lag sem heitir Með þér Já, með þér vil ég verða gamall og ganga lífsins vel Það er ótrúlega flott Það er ótrúlega flott lag Þannig að þú tefar skýtsama, þú ákveður bara alveg eins og Já, í raun og veru, þetta er statement að mér er skýtsama Bubba Það er svolítið þannig einhvern veginn eða svona Fyrir þér er bara 1 B í Bubbi Já Bubbi Nei, það er ekki einu svona Bubbi Það er 3 B Það er bara eitthvað Það er Bubbi Það er Bubbi Bubbi Já Bubbi En málið er, þú hefur alltaf málið með John að þú ert með work effort sem ég segi ekkert annað celebrity með á Íslandi Með hver dælur þeirri slögur með þú? Bróður minn Kanski bróðin sem alltaf er hel skafin, mætti það á kringlóttur einsinni Vá, maður Sér hann í dag? Heyrðu, hver tók hann í gegn? Já, það getur mögulega verið böðingin sem aðstöðum Því líkur hálfviti Málið er samt, það sem kom hann virkilega stað Það var liftingaklúburinn í Kaplakrika með Detective John Það sem kom hann virkilega stað Ertu að meina? Þannig er liftingaklúb með bróðu sinn Herru, Jón, hvað er framöndan núna? Takk fyrir að spyrja maður Já, ég bara, þú veist, ég þarf aðeins ekki að stjórna þessum umræðum Þið ættu að skella ykkur saman Já Sko, það seldist upp á tónleika klukkan 20 sem eru 21. des í Háskólabíói Þannig bætti við klukkan 23 sama kvöld Partysýning Þið vitið þetta Þið vitið þetta Þetta er með 2 tónleika sama kvöld Já Þannig að þið strákar farið bara ángstar á skelfiskmarkaðinu eitthvað Þú veist, föstudagur, stutt í jólin Þú veist, eitthvað að fá okkur góða mat 3 rétta, jafnvel 4 rétta Heyrðu, mætið á Jay 4 rétta Jay! Þú veist, búin kannski aðeins Má það spila það? Já Já, ok, þetta er bara Jay! Þetta er cozy, þetta er stofufíkur
Ég ætla ekki að vera fremstur og öskar Jay allt sjóið. Nei, ok. Ein spurning, John. Ég þekki mikið professional singers og eitt sagði mig daginn, þegar röddin fer eftir mikið álag, þá er einungis eitt trikk sem virkar á röddina. Það er vodki í orkudrykk. Það er ekkert sem nær röddinni tilbaka. Hvernig virkar fyrir þig sem ert bara í mjólk og vatni? Hvernig kemur þú röddinni í gáð? Er engifer að virka á þetta? Ok, bíddu, hvað hef ég langa tíma til þess að fixa þetta? Kókomjölki nokku Sweatstart Kókomjölki Sweat to mouth sem er a bodybuilder og liftur með vöðumingjónum. Hann sagði mér einu sem kom Ingo Veðugut til þess Sverri, ég er allus eitthvað svona, var að fara á svið eitthvað staðar og Sverri sagði bara Ingo, hvað er það svona? Heldi í vodka í orkudrykk þambaði þetta, röddinn kom tilbaka, búm Helt að hella það sjó. Býttu, þú veist að tala tvær mestu fyllibittur í bransunum, Sverri Bergmann og Ingo Veðugut að laga röddina með tónleiki röð, Steinþór tónleiki röð, þetta getur varið. Já, þetta er reyndar svakalega, ég er með svo leiðrætt svar við þessu sko. Þú veist, nei, ég var sko, þú veist, syngja Oktoberfest daginn, föstudagur, röddinn, búm, farin. Herru, ég er með gig síðan á laugardaginn, við vakna bara, og þá, þetta er svona ömulegt trikk sko. Hvað þetta þegja allan daginn? Ekki vodka. Röddinni vöðvi og þú bara kvíla hana. Það varstu það bara með eitthvað krítatöflum hálsinn? Já, bara Hélstu kjafti allan daginn? Já, það var ekki stærfitt. Vinur að Sveppa, hann ákveðinu sinni og nú er ég ekki að stríða þér að halda kjafti í hvað viku eða ekki? Jú. Hann var bara orðinn svo þreyttur á sjálfum sér og bara þessu öllu hann ákveð bara að þegja í viku á sama Nei, ekki ég, að vinur hans á sama tíma hann gerði það á sama tíma hann ákveð að þegja í viku hélt að matabúð Nei, fertugsafmæli Fertugsafmæli Pæliði tímasetningur, ég ætla að halda kjafti í viku ég ætla að halda upp ammæli mitt líka í leiðinni Það er svo gott og hann talaði ekki í viku Hann bara talaði ekki í viku Skrifaði bara miða og sendi bara SMS og sendi okkur öllu vinunum bara 12 post bara sælistrákar næstu vika verður þetta sérstök Ég ætla að hætta að tala Ég ætla að taka mig að hún finnst hann alltaf svo dónalegur þegar hann talar Þetta gæti verið eitthvað Þetta er eitthvað sem við allir ættum að taka bara definitely til fyrirmyndar En málið John, ok, nú er það sko 2001. des, þá er jólagíl sem ættur Þá er ég komin í jólagýrin Það vona mæti nú aðeins fyrir Já, en þetta er enn 2001. Og það er líklega það er ekki til söngur í Ísland sem ekki með jólatónleiki ár Það er allir að hugsa I want some of that Christmas cash Með þess að rapparöðunum var það málið er, eina sem hugsa þá engi breykir John En málið er Það er ekki staðan ekki nákvæmlega þannig Tölum ekki í þingumleikina Þú ert með besta sjóið Það er ekki svolítið þannig Þetta er gott sjó En það sem líka Þú veist, ef þú vilt fá tilbreytinguna þá mætur John að því ég er bara með max 2 jólalög, skilur Þú veist, ég er bara, skilur mig Þú veist, þú ert bara Þú veist, ég hata jólalög Þannig að ég fæ ekki bara hjá þau allan tíman Ég fæ 2 Þetta er ekki besta sels ég er Ég er að fara að mæta það Er það ekki? Það er bara þannig Þú ætlar ekki að sitja í jakkafötum og láta Björka Halldórs öskra á því sonur jóli Ekki bara jólu allan tíman Það verður þreytt, eða ekki? Það verður 1 og 1 þannig hjá Jóni Já. Svo er maður bara léttur Ef röddin fer, þá heldur þú bara kjafti fram að tekur viku eins og það ekki En það kannski, ef hún fer á fyrra sjónu það var verra, það er þú veist bara klukkutíma milli Þá veist það trikkinu sem við Það bara komum við trúður upp á sig og gerum eitthvað skemmtilegt Við reddum því, við græjum það En hvernig náum við í tickets á besta jólasjóið Þú vilur að plugga þetta vel Það er miður.is Það er miður.is Hvernig finn ég þar? En það er enda mjög, ég kann að meta þetta plugg af því að sko Ed Sheeran er náttúrulega að fokka mér upp sko Það var ég ætlaði að byrja með þessu í síðustu viku og þá kom eitthvað Ed Sheeran Það nennir enginn að kaupa sér miða okkar í ágúst á næsta ári Það er ekki hægt að skipuleggja þessu Það nennar því allir, það er uppselt að báða þetta Ef sama fólkið keypti miða á seinnitónleikuna Það er bara, ég kom með miða fyrst ætla að kaupa miða annan Ekki betri söngur en Ed Sheeran Þú lítur ekki út þessu okkur aukaleikar í Lord of the Rings Herðu, það sem við ætlum að gera með þér Jón Gekkar að trash talk eitthvað Ed Sheeran Gæi sem getur ekki svara neitt Herðu, áður við höldum áfram og sleppu þér algjörlega Þá ætlum að beða taka þátt í Kortmyndur og frekar með okkur Ertu til ég? Sveppi fekk heiðurinn að semja Kortmyndur og frekar í dag og ég er hræddu við það, lofandi hræddu við það og Sveppi, þetta gefa þér orðið Þetta er bara, þetta er alltaf erfitt sko Er þetta erfitt? Mikrofónin er hjá augana þér, þú veist það? Já Tala með augana Hvernig verður þátturinn í kvöld? Er hann góður það?
Herðu, svo er náttúrulega annar þáttur að söður ameríska. Við erum ekki búin að koma inn á það. Við erum ekki bara að plugga það neitt. Það er auðvitað hérna til að vera bara. Ég veit það, en hann er samt svona, hérna, nú er ekki stríðar, hann er betri en fyrsti og þriðji er eiginlega betri en annar. Þetta er að fara í eitthvað geggjaðan rússi bara. Hvað er rugglaður þetta? En þátturinn, hann er alveg tjúllaður í Akkur selji ekki miða á hana þátt? Við ættum að gera það. Við erum eitthvað jólabíó. Jóladraumur. Það er ekkert jóladraumur, en þetta er jólabíó. Þetta verður gamla bíó, miðir á 20 skallmaður, komið og kíkja á sig. Jóladraumurinn. Við erum í kólabíó, 30 að hitta maður, að láta ykkur á sportdrykka, að skríða á okkur. Herru, Sveppi, kostmyndur frekar, Jón ætlar að vera með í þessu. Ok, þá byrjum við núna. Þetta eru þrjár. Er tími á þessu? Nei. Þá byrjum við núna. Herru, hvort myndir frekar brjóta 2 putta á barninu eða láta konuna þína rífa úr þér allar tennurnar? Hei, kona mín er tannlæknir, hún myndi rífa allar úr mér. Takk. Þetta er fjölskyldu þáttur sko. Já, ég veit það. Það er fullt af fólki að hlusta bara sem er að keyra þetta umferðinni. Já, ég kannski að hugsa þetta bara. Já, þetta maður myndi brjóta. Ok, ég gef þér það að láta rífa úr sér allar tennurnar eða taka 2 putta af dóttur sinni og brjóta á. Já. Sko, það er hrikalegt að putta brjóta badnið, þú getur það ekki. En það er líka hrikalegt að draga úr sér allar tennurnar. Já. Myndi maður horfa í augun á dóttur sinni og segja bara, ástin mín, við munum komast yfir þetta, við góðri sálfræðihjálp, þetta grær aftur 6 vikur í gifsi. Horfðu aðeins á sjónvarpið í smástund núna og halda tónunum. Líka því maður kann ekki tæknina við. Þetta er alveg svona frekar langt moment. Nei, þetta er mjög einfalt. Er það málið? Já, þú myndir gera þetta mjög fljótlega eftir Klemman á höfð. Nei, þú myndir gera þetta þegar krakkin er komin í djúpsvefn. Þá myndir þú fara niður í verkfærakistu, sækja þér lítinn hamar, leggja putta bara á náttborðið og svo bara bang og næsti bang. Nei, það er bara hugmynd. Já. Það er bara hugmynd, það er eins og sér bara að pæla mikið í. En maður, ein spurning, ef ég vel tennunar og þeim er kipt öllum út og þú veist, við setjum það ekki aftur í eða nokkuð. Jón, þú konaðinn tannlæknir og þá þarf ég að fá gerfitennur, ekki? Það eru dýrar, það ekki? Það eru mjög dýrar. Hvað kostar ein tönn? Ég myndi segja svona 200-300 skall stykki? Ég ætla að segja 250-350 skall. Bara stíft? Eitt stykki? Já. Þetta grínast. Og það sem þú þarf að gera er þú þarf að fara sko, þú veist, fyrst þarf að fá þetta var hvíta tennur, þú þarf fyrst að fá plantana. Konan þessi tannlæknir. Og svo býða bara í 6 mánuði eitthvað, þú veist, og fá síðan tennur. En þú getur náttúrulega keypt gamla góða komíska gerfigómin sem þú tekur og setur í vasklas á nóttinni. Hann kostar bara 500 kall. Og það er líka geggja því að þá getur þú verið að búið til omelett og sagt krakkan en ég bauðst í með tennurnar, þær eru uppi. Já, ég heiti Sverri Sverrisson, verð með ykkur einasta föstudegi, það er eitt og annað framöndan. Þú myndir hvað? 250 skall tönnin. Hvað þarf ég marga? Hvað er maður marga tennur upp í sér? Akkur, þú hugsar alltaf bara peninga. Ég þarf að eiga efni á þessu. Þetta eru örugglega svona kannski 4-5 miljónar krónar pakki. Ok, kískum á það. Ég myndi láta draga með tennundar að sjálfsögðu. Ég yrði að gera það. Þið geta ekki taka svona átti að vera puttabrönd og dóttir. Fekst fuss og svei frá. Já, eins og ég ætti bara að ná í litla hamarinn í nótt og klára þetta. Jón? Já, ég myndi trista bara eiginkonu minni. Já, fyrir því að draga úr tennundar og plantin nýjum. Mjög leiðilegt svar, þetta er bara ég er bara í góður aðstöð. Gilli? Sko, ég er að velta fyrir pros and cons í þessu. Það er að ég geri í þessum dagskóli. Sko, barnið, fær hann smá vesen á puttunum í 6 vikur. Smá vesen? Síðan er puttanur eins og nýr. Buttan bara sama stað á var. Og lífið heldur áfram. Þegar hún er 20, hvað mánu hann ekki neitt. Ég man ekki neitt hvað að gera það 4 ára. Þetta er skemmtileg partí. Fyrsta minningi mín, ég var 13 ára. Man ekki að gera þetta. Fyrsta minningi, þú veist, 13 ára? Bara vaknaður upp í fermingunni. Það er ekki svo muni, því ég var 4 ára, þá kom faðir minn og hann tók hamar hérna og litla putta og... Já, þú myndir brjóta puttana á... Hvað segir þú svona í fljóttublaði? Elvíru. Hann er að spyrja. Þetta er Eva Malin. Eva Malin, já. Hann á ekki að svara, þú átt að svara. Já, hann þarf ekki að svara. Shit, ég má glemma þið maður. Herru, við erum í Betur. Já, ég svaraði fyrst. Ok, ég er vel vantalega tennurnar. Allir með tennurnar. Allir með tennurnar. Ok, næsta spurning. Hvort myndi láta eðnismitaðan berklasjúkling æla upp í ykkur eða verið í hjólastól í 3 ár? Vá,
þetta eru ruggluðustu spurningar í kortmyndur frekar. Þetta er kortmyndur frekar í sko kapalútgáfunni sem á að vera eftir miðnætti sko. Þetta er svakalegt, ok, sko málið það, ef þú lætur eyðnismitaðan mann ælu upp í þig Berklasjúkling Já, alla pakkan bara Ég held Mjög lík Sko, er ykkur smittsérfræðingur inni? Hvernig virkar þetta? Sko, málið það Það væri smittsérfræðingur Já, málið það Ég vildi ekki sagt að kona mín væri sóttvarnalæknir eins og Jóka tætti á hann bara væri tannlæknir En ég held sko að þú lætur eyðnismitaðan mann ælu upp í þig þá ert ekkert að sko, þú færð ekkert eyðni sko Nei, bara úþægilegt Nei, það þarf náttúrulega að vera ekki nema að sé sko blóði, ekki að vera nýbúin að geta kjúkling skera sig í hálsinum svo æla hann upp í blóði það er vesen Nei En erum við ekki að segja þessi blóð ok, þetta er blóðlaus æla Það verður að vera blóð alltaf Það er ekki vessar, ég spyr með Þetta er bara sjans sem að maður veit Já, sko, þú ert búin að segja að það sé ekki blóð í henni Nei Það er líka ógeðslegt Ok, en annars er ég bara, ok, hjólastölu 3 ár Shit, hvað er veit maður Það sögum ég þurfa að vera í hjólastóla alltaf ævi Ég veit að Steinþór Að taka 3 ár er nú kannski bara ágætt Þegar ég spurti þessi 2015 þá verður að losna stólunum sko Já sko, eina sem ég er að spá í að þú lætur eyðnismita mann æla beint upp í þig þá er það þannig sko bara horfa á ælu, heyri ælu og mér líður illa eina sem er bara, ég held sko ég held þetta gæti líka verið bara að þú lætur mannesku ælu upp í þig ég held að eyðnin sé aukaðriðan en Sverri kennir eyðninin hún hljóma verður á blaði staðfest alltaf en ég hugsi ég tæki bara hjólastólinn á þetta ég segi mig það, mér finnst óþægilegt að fá ælu þú æfir líka aldrei og þú stendur hún ekki nema og þurfið þess nei, ég gæti verið í hjólastól sko. Þú getur verið Fortnite sitjandi já, ég gæti skrifað í tölvuna ég meina pælingu varandi í hjólastólinn af því að þú veist, ég væri ekki löglegur þá í þú veist að vera í hjólastóla bolta og þú veist að ég gæti alveg labbað skilur þú veist, ég get ekki bara og ég ætla bara að vinna hérna ólympíuleikana í einhverju, þú veist bara þú væri bara, þú myndir ekkert fast standa upp úr stólum og reyna að svindla neitt þú myndir bara verið í stólum já, en það er ekki eitthvað að tjekka á þeir hvort þú bara það er enginn að lemmin hérna, það er bara með hamri og aðtöða ekki fyrir ólympíuleikana ég held ekki, menn þú fengir góð bílastæð já, reyndar það er eitthvað smá jákvæmt í þessu ég er að taka hérna skellin það ræltu upp í mig og síðan bara tampustæði mig og tek munnskól og áfranga málundist það er svoleiðis hendur stólnum á mig bara allir í hjólastól en Stein við tökum hjólastól ég get ekki lifað 3 ára að taka workout nei alltaf hendur ég get ekki bara byssur og brjóskassa ef ég er í stólum sko. já, þú erum mjög furðulega vaxinn það var síðasta spurningin það er ekki alltaf eins hvort myndir þú frekar öskra allt sem þú segir heima hjá þér í 1 ár eða hella yfir því lýsi á hverju morgni í heilt ár hvað helli í því þú bara vaknar á morgnana, bustar þér tennar fer niður, ferði spælt dekk og svo bara tekur heila lýsisflösku og hellir henni yfir allan og fer þannig út í bíl yfir nakin líka eða ertu búin að klæða þig yfir fötin já, bara yfir þig já, þú þarft að klæða þig bara þú ert allir í lýsi yfir það, eða þú ræðið þú getur stundum held í yfir fötin yfir allan en það er bara, þá er lýsislikt að þér allan daginn já, og þú ert líka blöytu allir í lýsi það er ógeðslegt, já væri eitthvað sponsin í þessu, væri lýsi eitthvað að vinna með þér það er svo það undir þér komið sko, hvað þú vilt gera í því sko, eða öskra allt sem þú segir heima hjá en ég gerir það eiginlega fyrir sko. þetta er alveg svona sko bara hversu hátt hvernig þá er ég að tala bara þegar að þú ert að svæfa börnin þá er það bara dvel ég í drauma alltaf öskra en þú veist, ég er svona maður er ógeðslega ofta að öskra eitthvað ástu við þetta klósið papir eða þú veist, hvernig er matur eitthvað svona, maður á það til að kalla svona Theodí og Game Room kannski því the Game Room ná, veistu hvað er matur? Hvað var það mörg ár með lýsi? 1 ár með lýsi? 1 ár með lýsi eða 1 ár að öskra heima þér? Ég ætla að taka öskrið en má sponsa lýsið? Því ég og Jón Jónsson pælum mikið í fjármálunum Jón Jónsson les með fyrirlestum alland hella heilli lýstur hverjum degi þetta er yfir 400 skall ári já, þú ert áhrifavaldur er það sponsað, Sverri? Það er sponsað ég get lofa þér, ég get rettað lýsispons eftir þáttu þú vilt við bara skoðum það saman félagarnir það væri þetta gaman þetta var neytendastofa samt þú ætlar að fá ég ætla að taka öskrið ég tek lýsið Egil tekur lýsið hann kortið lyktar alltaf eins og lýsi og Jón hann tekur ég veit ekki, ég sagði ekki
Men segðu það Það væri samt eitthvað svo gaman að gera bæði bara Vera bara Þetta er fyrsta skipti sem einhvern tökur bæði Hann öskar það heim á sér og með eitthvað lýsislykt Það væri svo skrítið stemningan að heima Hvað lykt þetta? Eitthvað, er svona kallin eitthvað Þetta er lýsislykt Jón, takk aðeinslega fyrir komin á Við kveitum alltaf til að henda sér Erum við að fara að hlusta á lægina? Ég ætla að kynna þér Kveitum alltaf til að henda svona miða.is Tryggja sér tónleika Tryggja sér miða á jólatónleikana Og hér kemur nýja lagi sem átti að heita Það heitir með því Hann átti að heita Mér finnst ég vera þar Já, þetta er lagið mér finnst ég vera þar Ég ætla að kalla það Já, mátta Finnst svo gott að finna Minningarna geta ilja Ég man Við saman FM 95 Blö á FM 957 Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll Hann seldist upp á mettíma Færri komust að en vildu En nú er hann kominn aftur í mjög takmarkaðan tíma Það get ekki alla gæsir orðið hamborgarafabrikum gæsir Vargurinn Íslenskur gæsaborgari sem þú verður að smakka Hamborgarafabrikan Hamborgarastaður Allra landsmanna Hæ, þetta er Sara í Unique. Það er kringlukast í gangi og Unique fagnar 7 ára afmæli á sama tíma. Erum með geggjuð tilboð alla helgina. Komið og gerið frábær kaup. Unique, kringlunni og unique.is. Celebrating David Bowie, vinir og félagar Bowies, heimsklassa tónlistamenn og sérstakir gestir á tónleikum sem spanna allan fyrir Bowies í Eldborg Hörpu 7. og 8. október með Sinfonia Nord og Kór. Miðasala á harpa.is. Skemmtileg spil, falleg leikföng, hágæða töskur og margt og mikið fleira. Fæst hjá okkur. Margt og mikið. Holtasmára 1. Það er 150 milljónar risapottur helgina. 1x2. Við tippum. Er ekki komin tími á smá sand á milli tanna? Flórida frá 36.100 krónum. Icelandair. UFC bardagi ársins er á aðfarinn á sunnudags klukkan 2. Khabib vs. McGregor og Keiluhöllin er í betra form en þeir báðir til samans. Pantaðu besta flöskuborðið, pítsur á tilboðsverði alla nóttina og allt flæðandi á barnum þar til yfir lýkur. McGregor er flottastur í hringnum, en Keiluhöllin Sportbar er flottastur í UFC. Hvað ætlað þú annars staðar að vera? Keiluhöllin Egilshöll, heimavöllur UFC á Íslandi. Það er kringlukast frá fimmtudegi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur með 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Spáðu í línurnar. Gallerí Fiskur Netil. Börnin elska dásamlegu tuskudýrin og bánsana frá Kalú. Kalú-vörurnar eru frábærar vöggugjafir. Fáanlegar í margt og mikið, Holtasmára 1. Haustið. Nú erum að gera að finna húfuna, trefilinn, vettlingana og lottómiðan. Potturinn stefnir í 23 milljónir í haustlitunum. Lottó, leikurinn okkar. GóGó er komið í verslanir. Dagfinnur læknar dýrin smá. Úrval af gæludýravörum og fóðri. Dýralæknastofa Dagfinns, Skólavörðustíð 35. Lager sprengja, laugardaginn 7. október. 30-60% afsláttur af öllu í 24 Iceland og Maga London. 24 Iceland, Laugavegi 51. Gaktu á gæðum. Parkett og golf, Ármúla 32. Toms skór fyrir alla, láttu gott af þér leiða. Þú kaupir par og Toms gefur par. Org, gerum eitthvað gott. Kringlunni. Það sést hverji borða Walk-On. Þú veist hvað ég meina. Walk-On, Borgatúni 29 og Smáratorgi. Hollur og ferskur asísku matur. Ertu að fara að kaupa það nýjan síma? Hvernig var að leigjan? Kynntu þið málið í verslurum Símans eða á viss.is. Viss, farsímalega. Vínkjallarinn.is. Allt til víngerðar. Virksamkeppni í verðlagi vörum og þjónustu. Vínkjallarinn.is fyrir kröfuharða. FM
95 blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Það held ég, elsku vinnir. Þetta eru FM 95 blöð hér á FM 957. John Johnson nýfarin segi úr stúdíónu. Hann þurfti að bruna annað. Við höldum áfram þáttinn. Rétt að gott að koma kannski aðeins inn á það að þeir sem ætla að horfa á UFC annarkvöld, þá er einhvers konar risaveisla í Keiluhöllinni. Það er verið að sína hann að hvernig var þetta? Það er verið að sína Málara King sem vil. Já. Hann er á barnum, hann verður á barnum, já. Og sko það má kýla hann fríkt í maður. Þú getur, ef þú vilt hella í þig með vinniðinum og horfa á þetta, þá getur þú panta flöskuborð í síma 511-5300. Það lítur að þetta panta viski hans Conors nýja Proper 12, ef Simmi lítur að það lítur að það. Og þetta er 6 manna borð með flösku og blandi og það er opið allan nóttina á 24:09. Það er opið allan nóttina, hann er opið allan sólarhringir unni. Þessi bardagi gæti verið 5:30 morgun og happy hour til 1 sko. En veit hvenar, Stefán, þú ert júsefræðingur, hvenar þessi bardagi búið? Sko, aðalbardaginn sem er Conor Khabib, hann er í fyrsta lagi 5:30 og í seinasta lagi 5:30 sko. Þetta sem að King sem vil, sér taka vakt endilega 7 morgunni. Það fer alltaf eftir hvernig hinni bardaðinni fara. Ef hinni bardaðinni fara til í fyrstu lótu, þá er bardaðin mjög snemma með við, en þetta er Vegas, þá er það ennþá meiri, þá er það klukktum lengur en þeir eru, 6 tímum á, held ég. Það er ekki hugmynd. Nei, en allavega, hann er fyrsta lagi 5:30 og í senasta lagi 5 rúmlega kannski. Sveppi, lamdi þú ekki einu sinni King sem að vilja ykkur sumbústað þessu harfisk? Nei. Það var akkurat dögt. Hann lamdi mig. Ok, það var svoleiðis. Já, hann bara Við bjóstu að Sveppi geti ráði við hann? Já, ég veit að ekki lamdi mushroom. Þetta er trökk frá Egilsstöðum. Ég held ekki auðvitað að lemja mushroom. Ég gefst aldrei upp fyrir bara einhverju búin að drepa mig. Málið það, ég og Sveppi var til að fara í gannislega inn í eldhúsi heim í honum svona, ef við erum kannski konum með nokkri blóði. Hvernig gengur það? Það er geggjað sko. Það er mjög jafnt. Hvernig gengur það? 50-50 bara? Já, steindi nú aðeins svona sterkar en ég sko. Klókari. En það er bara svo gaman að vera sko, við elskum báðir þetta hnoð. Við erum ekkert að reyna vinnandilega hvern annan, við erum bara hnoð. Það býta eða eitthvað? En ekkert að býta við liggjum bara gólun að hnoðast. En sko ég var með keppni sem ég heit King of Luxury út af því að þú veist ég velta mig hver er meiri lúksuslífinu? Er það Stoney eða er það Ég ætla nefnilega að gíska á þarna við séum bara nánast ekki réttuð mennindir í þess að keppni. Það vantar Auðun Blöndal, hann er núna bara einhvers staðar á okkur gólmóti. Ég var aldrei með þetta ef hann væri því að það væri alltaf bara walkover skilur, en hann er ekki hérna. Er þetta keppni sem maður vill vinna stendi? Nei, alls ekki. Vil ég tapa? Já, þú vilt tapa. Nei, ég minna að það er ekki það því að enjoy the good things in life. Nei, þetta hljómar alveg vel á blaði núna, en býttu bara. Ok, við skulum bara henda okkur í þetta. Ég er með svo marga spurningar, ég ætla að velja ykkur nokkrar af þeim og ég er að panika. Ok. Áttu snjallsíma? Já, við erum báðir hérna með. Ég veit ekki hvort þetta er snjallsími, en ég á síma. Þetta er bara internetið í símanum? Já, við komum. Og Twitter og Facebook og RedTube og allt þetta? Já, þá áttu með snjallsíma. Já. Sverir. Já, ég með snjallsíma. Við erum báðir með snjallsíma. Ég get lofa því að það er hellinga börnum í Afríku sem er ekki snjallsíma. Það er að luxury item. Eflust fullt af börnum á Íslandi. Það er punktur á ykkur báða þar. Áttu það gefur höfuðið? Já, við svoum ekki úti. Luxury. Já. Ég segi nú ekki alveg luxury, en þú veist það er sko mikið af fólki sem hefur ekki það gefur höfuð sko, það er ekki luxury. Já, sjálfsög, sko, það er ekki mikið útgangsfólki á Íslandi þótt að sé er ekki að gera lítið úr því, en það er til, en ég held að sé engin sem það gefur höfuð. 2-2. Hefur þú fengið að sitja í bensunum hans blöð? Já, maður hefur fengið að fara í honum. Já. Hvernig var það, Sverrir? Það var bara gaman. Mér stæðilega bara glata. Fram í, aftur í? Já, yfirleitt í bílunum að auðvitað skammast ég mín sko. Akkur? Því að ég man bara þetta að byrja alltaf þegar að nota Hyundai Coupin og ná alltaf einhvern veginn svona bíla sem að eftir teki eitthvað svona ógeðslega mikla sportbíla eða einhvern veginn svona glæsikerrur og mér finnst svo aðstæðilegt að vera glæsikerrur. Það er svoleiðis. Þú vilt vera í bara eitthvað svona Ef þú ser bílana sig stórt á götu þá myndir þú giska á að þetta væri 20 strákur sem Ég veit að hann er á 12 milljóna Benz sko. Hvað 20 strákur efna því? En málið það, eina sem er glata við þetta er að til dæmis ég hef verið vitnað þegar Sveppi hefur verið skammarinn í bílum fyrir að reka við. Hvernig gerst það? Það er bara fyrir stuttu. Þegar ég er að veipa, nú reiki ég ekki. Já, skammaði blöðan. Ég er að veipa og þegar ég veipa fyrir þann bílnars þá fyrir að taka 4 auka blástra með engu veipi svona til að klára allt úr lungunum áður en ég fer inn í bílina svo ég var að veipa fyrir þetta. Þannig að það er ekkert gaman að þessu. Ég get til þess sóttið á rauðu þrömminni, þú máttur að borða hlöllabát
Þú máttur að reykja sígarettu og þú máttur að skýta í þig á meðan. Það skiptir einhver máli. Það er bara að þú mátt gera það, bara haga þér svo heima þér í rauðu fjölni. Já, þeir eru skýtsama. En við höfum báðið farið í Bensinans blöð. Hefur gert sjónvarpsþætti með besta íslenska knattspyrnumanni allra tíma, Eiríkur Jónsson, og fengið að hitta bestu manager og bestu leikmenn heims þrátt fyrir að hafa nákvæmlega engan áhuga á knattspyrnu. Þessi er svolítið sniðið fyrir þig sko. Ég núna er ég að hugsa, hefur Eiður einhvern tímann leikið og ég held það já. Ég held hann hafi leikaningi í einu skets í Steindanum okkar. Þú veist ekki að hitta alla manager og bestu leikmenn heims. Nei, ég fekk það ekki, nei. Sverrir? Já, ég gerði það. Þú fekkst það? Já. Luxury. Og það er 4-3 fyrir Mushroom. Luxury. Hefur þið ferðast til Asíu og ákveða að líta eldsnögt við í asískum tóttklúbb? Já, finnst þér það ekki heldur líklegt? Þarna verð ég eiginlega að segja nei. Ok. Ég vissi bara ekki að það væri til svona tóttklúbbar. Þannig að þú vilt meina að maður getur bara lappað inn einhver staðar og það er klúbbur sem er bara tóttklúbbur. Þú veist, hvað hefur verið að googla? Þú er svo feitur. Ég get lofa þér að það er ekki til. Þú veist, hann kallaði stofuna heimi á Rikka að hann sagði hérna jólin einhvern tímann í síðast núna. Þá sagði hann basically, hann postaði Rikki mynd af stofunni, hann var nýbúin að skreita hana, jólatrið komið upp og það var búin að skreita gluggana og þá basically sagði þið Egill í beinni útsendingu og stofan að slita út eins og asísku tóttkófi. Og veistu að hann gerði að brjála heima hjá þeim. Konan hans, hún sko tók allt niður og skreitt upp á nýtt. Nei, ég hef aldrei séð svona jólakvöldingar. Það var allt vittlust. En það er nei á báða þar. Hefur búið með The Celebrities lið í LA í meir en hálft ár? Nei. Það er ekki punktur og... En, veitu, sko, þú bjóst í Santa Barbara? Já. Sem er við hliðinu, LA? Já. Í stóra saminginu, er það ekki technically Los Angeles eða? Það er í Kaliforníu. Hvað ertu lengi að fara frá? Já, það er í Svona kannski klukkutíma til LA. Það er punktur á Mushroom. Þetta ekki voru punktur það? Það bjóð ekki LA? Það er punktur á Mushroom. Það er svona. Þú erum ákveða að láta sveppa. Hefur þið farið í engaþóttu? Nei. Já. Það er mikið snuð. Hversu bólinn eftir og mannst alltaf eftir þessu? Já, hef ég einhvern veginn að fara í engaþóttu? Býttu, ég var að pæla þessu. Var þetta engaþóttu? Var þetta? Það er fáralegt. En engaþóttu. Reynda að reyna þetta upp, Sveir. Þetta er bara, þetta er mitt okkar félagana. Já, ég hef farið í engaþóttu. Ok. Sko, ég ætla ekki að vera leiðilegu stendi. Það var að pakka mig saman. Ég hef aldrei séð svona mikið walkover. Ég getur unnið tilbaka henni. Nei, en það er svolítið gaman fyrir því líka að vera að spyrja sveppa bara því sem þú veist um það. Þú veist að bjóða úti. Nei, þetta er bara spurningu hérna. Höfum við ekki jafn í einhver þáttu? Nei. Ok, bara. Hvað, þetta er bara follow spurning, sko? Nei. Það er ekki svo leiðis? Nei, ekki svo í munni. Það er ekki að horfa á mig, ég hef aldrei farið í einhver þáttu. Ertu með stóra þykka G-höfðingin í símaskonu? Hefur þá luxury að geta hringt í hann hvena sem er? Er það þú eða? Já, það er ég. Já, því miður er ég með númerið þitt, já. Ég held sem er gamla númerið þitt. Bónstur á Steinþór. Gamla? Sama númer í 20 ár. Segðu þú, hvaða númer erst þú með? Sveppi. Má ég sjá. Gils. Það var frábært til að sleppa að segja. 698 31. Takk. Það er nákvæmlega það, takk. Það er 6-4 fyrir sveppa. Hefur þú verið allsber í Vegas? Í Vegas? Nei. Er það ríka? Já, það er rétt, ég með númerið. Ég get hringt í hvernig sem er. Ég býtu, jú. Það hefur verið nakin í Vegas í rugli. Já. Ekki rugli? Nei, ég bara sturtu. Ég var akkur þetta, ég er búin að fara í sturtu í Vegas. En Sverri, þú hefur verið nakin ekki sturtu í Vegas? Í hverju flippi, kannski? Já, þegar ég láði á gólfinu og að drekka viskið. Já, það passar. Býttu, hvernig var það? Það er fyrir þínandi. Er það fyrir mig? Nei, það er bara. Býttu, ég er alls beran einhver staðar á gólfu að drekka eitthvað líka. Já. Ok. Það hefur verið í eitthvað öðru landi. Þetta er partítrix. Mjög lítið eftir. Hefur þið farið á snekju? Nei, ég hef ekki verið snekju. Ég hef greinlega bara ekki upplegað neitt. Sveppi, þú hefur vantarlega farið 10. Manstu það? Manstu hvort þú var að fara snekju? Að þú hugsa vel tilbaka. Ég hef aldrei upplifað aðra eins pökkun í einni keppni. Þú ert svo leiðið sér.
Stendi, þú áttir ekki breyk. Nei, ég átti ekki breyk Í eina sekúndu. Nei, ég finn bara, nú þarf ég þarf að gera þrennt, ég þarf að prófa að búa erlendis í Haldár. Ég þarf að komast í engaþóttu og komast á snekju. Bara til að geta hangið mér að með. Já, ég minna, þú veist, þú ekki gert neitt. Sveppi tók þetta og rústa þessu. Herru, hér eftir bara 10-4. Þetta er bara fárlegt. Hér eftir örstundastund King of Luxury, Mushroom. Og hér eftir örstundastund rétt áður við hættum í útvarpinu þá ætlum við að ringja í Kilvusvein Auta Blöð úti. Þeir eru staddur á gólmóti, eru líklegast mökkaðar á því ætlum að hringja Rikka G. Held ég, elsku vinir, þeir eru hlust á FM 95 Blöð hér á FM 957. Eins og við komum inn á fyrir þættinum þá er Auðun Blöndal staddur í Þýskalandi á golfmóti og náða suða með sér einn vin með og hann tók Rikka G til að vera Kilvusvein. Okkur fannst það svona skemmtlegt og Egill og Sveppi heyrðu í Rikka fyrir dag, skulum tjekka því. Heitir hann Ríkharður eða bara Richard eða Ríkard? Halló? Ríkard. Rikki! Ríkard Ríkard Það er maðurinn Svepp er að spyrja mig af hverju þú heitir Ríkard en ekki Ríkharður. Það er bara skýrður það. Er það glæpur eða? Nei, er ekki glæpur að segja þetta aldrei meira en mamma en pappa. Nei, ég bara skýrður í höfu á afa mínum helvitis kruldrasli. Það geggja að heiti höfu á afa sínum. Ekki kalla Sveppa kruldrasl, Richard. Berðu virðingu fyrir honum. Hann á 4 blockbusters í bíó. 4. Berðu virðingu fyrir honum. En það er mjög erfitt að... Hvað hérna, þú ert út í Þýskalandi, ekki? Rétt. Þú ert hérna aðstofamaður Auðuns Blöndal. Ég er þjálfari og ég vil ekki segja að maðurinn sem svona lætur hann slá boltan í rétt á. Ertu ekki bara katti fyrir sköllóttan sögkrakling? Nei, ég er alls ekki katti. Hann þarf að hlusta á mig í einu og öllu. Ef hann á að taka áttu og þarf hann að taka áttu þá vil ég taka annað. Hann þarf að hlusta á mig í öllu. Og hvernig gekk honum í illa? Nei, hún gekk alls ekki illa. Hún gekk frábælega á fyrsta degi. Já, ok. Náði í 36 punta á rugglerfum velli og hann spilaði sem sagt á hvítum tegum þar sem atvinnumenn spila. Tölum bara íslensku ekki minn? Ok, það gekk vel á fyrsta degi en hvaða dagur er núna? Það er þriðji dagur. Þannig að þú ert basically að segja að hann hægði sér á degi 2 og 3. Ef við tölum hrein í, ekki, ég segi bara hlustundur eiga það skilið ef við tölum hreina íslensku núna. Hrein íslenska, hann hægði sér ekki á degi 2 en það hefði getið verið betra. Hann spilaði á 30 punktum. Á 30 punktum? Var ég betur ekki 36 á degi 1? Jú, hann hefði getið gert þessulega betur. Svo fórum við í golfið og ég fekk að spila í dag því það var frí frá mótinu. Þar hefur Blöð gengið betur, ég við ekki hérna. En minna, skrifast það ekki á þjálfaran? Það þarf eitthvað að halda upp að aga hana. Hvað sér þið? Það lítur að skrifast á þjálfaran að ekki ef hann að spila illa á degi 2 og 3. Ég minna, þú átt að sjá að maður fari snemm í beddan og sé nærður og allt þetta. Hann var ekkert hérna, hann spila ekkert illa á degi 2. Það er bara fínt að ná 30 punktum. Það er ekkert verið að spila hérna upp í bakkakoti eða í ljúling í opninum. Það er verið að spila alveg úr völlum þetta. Hvað þú tala bara svo sért alltaf einhvers þar að keppa einhverju gólmóti með einhverju villsingum. Bara alltaf að bera kynntaka fyrir einhverja sögkraklinga. Ég hef búin að keppa í ansi mörgum gólmótum, Sverrir minn. En málega, þú ert að halda á kilvunum fyrir Blöð. Það er svolítið að gera þarna. Tölum hreina íslenskur, Richard. Þú ert kilvutrúðurinn. Er það ekki það sem þið kallaði? Ég er bara, eins og segi, ég er leiðstjórn hans, ég er hérna aðstofamaður hans, ég er kilvusveit og ég er sjálfur hans. Þú getur kallað mig hvað sem þú vill. Hæ, þetta er ekki, ég er kilvusveit. Hæ. Hér er ég bara í góðu yfirlæti á Mercedes hótelinu Marriott í Sindelfindin. Ég dekka sótavatn með auðvitað vini mínum Blöð. Réttum alltaf kilvu. Sveppi, ert þú ekki ótrúlega að setja að fá greitt fyrir grín? Ég næði ekki. Hann er ekki eðlilega ófyndin, eða ekki? Hann er að vinna ára fyndin, eða? Já, og afiðin hitt líka Ríkard, segir þú.
Þetta var ekkert eðlilega gott. Enginn var reiður hann í lokin. Málið þess að ef það væri búið að ganga fáránlega vel í þessum móti, þá værum við búin að heyra því. Það er svolítið svoleiðis. Þeir unnu greinlega ekki. Þeir tæstum að það væri enginn á Íslandi sem myndi missa því. En þetta er veistla að vera úti að keppa í golfi sko. En það er gaman að tala við Rikka, hann snöggreiðist. Hann reiður fljótt. Hann verður brjálaði bara, þú veist, má ekki segja við hann. Nei. Hann fær bara beint í vörn og það er mikla. Það er geggjað, ég elska að tala við hann. Hvernig er helgin hjá ykkur mesturinn? Helgin er náttúrulega rosaleg. Í kvöld er annar þáttur af Suður-Amska draumnum á Stöð 2 og hérna, og ég ætla að lofa bombu, þannig að ég verð brjálaður ef fólk tjekkar ekki á honum. Og svo á morgun er náttúrulega Khabib Conor, þannig að það er, ég er að fara að vaka, það er svoleiðis. Ég er að fara, ég hérna þú ert að vaka og þú ert að vaka til 7 morgun. Gríslingurinn er basically vaknar þegar Conor er að klára. Ég er búin að fá leyfi til að koma heim að 7:30 morgunin og leggja mig. Ætlar að vera ofurlögt? Nei, ég held nefnilega ekki. Ég held ég fá mig kannski nokkra. Ég er með 1 gig kvöldi og svo er ég aðeins með Frikka í Kaplakrika. Þannig ég verð bara, ég er búinn þar miðnætti og er beint að horfa á UFC. En Sverrir Þór Sverrisson, Barnastjarna og Fyllibetta, hvað ætlum þú að gera? Herri, ég Geggjur blanda. Það er ekkert, það er allt úr ráðið hjá mér. Ég er að fara að skemmta í kvöldegstaðar og svo hérna er ég bara fritt spil á morgun sko. En tekur ekki alltaf bardaðan? Jó, hann er líka bara klukkan eitthvað 5:30 nóttina einhvern tímann þá. Það er þetta er líka þannig bara, það er ekki sem er UFC áhuga maður til að horfa á þetta. Nei, þetta er bara einn af þessum atburðum sem maður verður að sjá sko. Maður horfir bara á þetta og fæsir í glas. Ég líka ópeppast því að sko Gylfi Sig var tilnefndur sem leikmaður mánaðarins núna. Alfreð var hendi hat-trick, Jói Bergerid besti leikmaðurinn í Premier League. Þetta er stór íþróttahelgi og ég er að ópeppast. Það er United Newcastle á morgun. Við erum að fara að mætast félagarnir. Við erum að fara að mætast félagarnir. Er þú Newcastle maður? Ég er grjótari Newcastle maður. Ég ætla öskur hlæja ef við náum að taka þetta á morgun. Þeir eru búin að vera leiðir, við erum í stuði. Þetta er bara, þetta er sko leikur upp á líf og döða sko málið það er mjög erfitt að vinna á Old Trafford sko, því að einu sinni United getur það ekki einu sinni sko. Þetta var fýtt endapunktur. Ég þakka bara kærlega mig í dag og takk fyrir okkur og góð helgi og sjáumst næsta föstudag. Bingo. 15 króna